Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu í kjölfar almyrkva á sólu. Hansi sérstakur dagur í dag. Við ætlum að enda þáttinn í kvöld á spjalli sem ég á við hann Spessa, ljósmyndara sem gerði merkilega mynd Megas, mynd sem verður sýnd í sjónvarpinu næsta sunnudagskvöld. Og Spessi fer yfir þá sögu með mér hvernig það var að ákveða að búa til heimildamynd þennan merka listamann, mæta síðan öllum þeim mótbárum sem urðu eftir að alvarleg ásökun kom fram á hendur Megasi, lenda í þessari slaufun með myndina en svo opnast allt aftur eftir dauða listamannsins. Forvitnilegt ferðalag, endum þáttinn á þessu. Nú þar á undan verður endurvakið samtal okkar Ólafs Ævarssonar. Hver er Ólafur Ævarsson, kannt að spyrja? Ólafur Ævarsson er geðlæknir sem vakti töluverða athygli hér á fyrri hluta þessa árs þegar hann kom hér síendurtekið í spjall við mig og við ræddum geðveiki af miklu hispursleysi og án þess að skammast okkur. Við ræddum eigin bresti í þeim efnum en reyndum, þar að segja persónulega nótum, báðir, en reyndum að setja það í samhengi við þið þjóðfélagslega. Og eftir nokkra mánaða pásu þá er hann Ólafur aftur mættur til leiks og ég fagna honum mjög og á von á því að þættir hans eða okkar þeir muni vekja athygli eins og síðast. Í kvöld krifum við geðheilsuna í samfélaginu með því að vísa til alls konar þátta og kerfa og já, ég bara hvet ykkur til þess að fylgjast með þeirri umræðu. En það styttist í Evrópukosninguna ógurlegu 29. ágúst og alla jafna þá höfum við verið með að minnstakosti eitt samtal hér á hverjum virku degi sem tengist að einhverju leyti Íslandi og hugmyndinu aðild að ESB, að minnstakosti að sjá samning. Og í kvöld eru 2 þannig efni á boðstólum. Ég ræði við Þorvald Gylfason, hagfræðing, íslensku krónuna og einnig spillingu í tengslum við það hvort Ísland eigi að vera fyrir utan eða innan krónu og evru og það hefur kannski ekki farið fram hjá ykkur að greiningadeildir bankana hafi í dag spáð stýrivaxtahækkun eftir viku og þannig að við ætlum að reyna að setja þetta í samhengi einhvern veginn. En þátturinn byrjar á því að Gunnar Smári okkar ræðir við Ögmund Jónasson, fyrrum ráðherra og formann BSRB þetta risamál, þessa þjóðaratkvæðagreiðslu umsókn Íslands í ESB og ég held að Þorvaldur vilji skoða það að við göngum í Evrópusambandið en Ögmundur sé algjörlega á móti því, þannig að það ætti kannski bara að vera sæmilegt jafnvægi í þessari umræðu hjá okkur í kvöld. En það styttir semst í það að þátturinn okkar hefjist áhugaverð dagskrá. Við fáum nokkrar auglýsingar og svo teljum við í. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Nú erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar
og við fögnum því að fá aftur inn samræmdar mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Það er Evrópusambandið sem er aðalmálið í dag. Nú þegar sólmyrkvinn er liðinn. Við ætlum að ræða hérna núna í þessari sirpu Evrópusambandið og fáum við bara einn gest í einu og fáum mann til að rökstyðja sína afstöðu og í kvöld er hingað kominn Ögmundur Jónasson. Velkomin. Takk fyrir. Þú ert sáttur við að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Já. Þú sér ekkert að henni. Ég hef aldrei lagt mig upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu en hins vegar finnst mér þetta standa misjafnlega að þjóðaratkvæðagreiðslu og minnst ekki staðið vel að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. En er þetta ekki bara tilfell, heldur að allir fatti ekki hvað er verið að kjósa já eða nei? Nei, ég held ekki, vegna þess að menn vilja halda því fram að við séum í rauninni ekki að sækja aðild að Evrópusambandinu. Við erum hins vegar að gera það á nákvæmlega sama hátt og gert var 2009. Þá var sótt aðild að Evrópusambandinu og nú er verið að taka upp þráðinn varðandi þessa aðildar umsókn að Evrópusambandinu. Og það er nú eiginlega grundvallar spurningu mínum huga. Hvort að þessi rétt fyrir eina þjóð að sækja aðild að Evrópusambandinu nema hún vilji fara þangað inn. Og menn eiga náttúrulega ekki að gera það nema þeir vilji fara þangað inn og það snýst þessi atkvæðagreiðsla. Vilja menn halda til streitu umsóknar aðild Íslands að Evrópusambandinu. Margir sem að segja já, líta kannski svo á það að þetta sé eins og tilboð ef að Evrópusambandið gengst að okkar megin kröfum. Þá er ég alveg til í að skoða það. En ef þið gera það ekki, þá þetta bara svipað og þú verður að selja íbúðin og ég sendi 30 milljón krónur tilboð. Kannski tekur því, en kannski sendur þú tilbaka 55 milljónir og þá segi ég nei og kaupi ekki íbúðina þeirra. Í rauninni finnst mér þetta svona lítið leggjast fyrir Íslendinga í rauninni að sækja aðild ætlast til þess að allar aðildar þjóðir að Evrópusambandinu samþykki aðildarumsókn okkar, bjóða okkur velkomin og síðan ætlum við að skoða svona hvort að pakkinn sé nægilega góður fyrir okkur. Og þá er tvennt sem að verður að segjast. Í fyrsta lagi þurfa þá að vera skýr þessi markmið, samningsaðila, svo kallara. Hvað ætla þeir að draga sína línur? Það liggur ekki fyrir hvernig það er. Og síðan finnst mér... En byrju Ögmundur, er það ekki alveg ljóst, sko? Það er engin stjórnmálamaður sem að fer og semur við Evrópusambandið að missa stjórn á auðlindum hafsins til dæmis. Það er bara pólitískt sjálfsmorð, það er bara óhugsandi að gera það, sko. En förum aðeins tilbaka. Förum til ársins 1992 og 2003. Þá sátum við yfir samningnum hið Evrópska efnahagssvæði. Og hvað hefði gerst þá? Jú, við höfum verið í EFTA, sem var tollabandalag, og hafði þróast með svipuðum hætti og Evrópusambandi gerði, Evrópubandalagið eins og hér þá þróaðist framan af. Það var fyrst og fremst tollabandalag og svona samræming á ýmsu sem að sneri að viðskiptum. Viðskipti. Já, reyndar var það heldur meira hjá Evrópubandalaginu því að þá vildu menn stuðla friði með því að taka á helstu ásteytingarsteinum, stálinu, kjarnorkun og setja það undir sameiginlegan hatt. Það var það sem greindi kannski Evrópubandalagi frá EFTA á þessum tíma. EFTA var stofnað 1960 og við gengum þangað inn 1970. Síðan gerist tvennt.
Það hverfa margar þjóðir út úr EFTA og ganga inn í Evrópusambandið. Og á sama tíma þá fer Evrópusambandið að taka ákveðnum breytingum. Það fer að verða svona horfa meira inn á við og inn í efnahagskerfi hverjar þjóðar. En látum það liggja milli hluta. Við tökum þá ákvörðun að ásamt Sviss og Noregi og Liechtenstein að reyna að ná samkomulagi án þess að stíga inn í Evrópusambandi. Okkur tekst það með EES-samningnum. Ég var ekki hrifinn að þessum EES-samningi og ekki enn. Myndur þú vilja segja upp? Nei, við hefum rætt þetta áður hérna við þetta rauðaborð og ég sagði þá að það sitt hvað að ganga ekki inn í samkomulag og að ganga út úr samkomulagi. Það svona erfiðari hlutur að ganga út, alveg eins og ef við gengum inn í Evrópusambandi þá mjög erfitt að fara út. Ég tala ekki ef við erum búin að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil, næstum því útilokað og samræma okkur í bak og fyrir. Það var næstum því útilokað. Þessa afstöðu til dæmis bara frá Bretlandi að ég hafði alltaf grunum að félagiðinn Corbyn hafi viljað segja nei við inngöngu í Evrópusambandið en líka nei við Brexit. Já, ég held að hann hafi gert það. Og menn voru bara búin að fá yfir sig nóg á sama hægt og ég fengið yfir mig nóg af EES-samningnum. Vegna þess að þar hefur Evrópusambandið í gegnum fjórfrelsi svo kallaði gerst of ásælið, of dominerandi og frekt inn í okkar innviði. Og ég hef stundum tekið það sem dæmi að þegar ég var sem innanríkisráðherra og vildi krukka ýmislegt sem að sneri að markaðsmálum gagnvart Evrópusambandinu eða bara markaðsmálum almennt. Eins og til dæmis að ég vildi setja kynnisferðum sem að voru orðnir einókandi í Keflavík, setja þeim stóli fyrir dyrnar og setja almenningssamgöngur á Suðurnesjum svona í öndvegi þarna til að styrkja þær. Þetta var kært til ESA og á grundvelli þess fekk ég hótun lögsókn ef ég héldi þessu fram. Sama var strandsiglingar, við komum á en eftir ægilegan barning við Evrópusambandi og ég spyr, akkur ættum við að setja okkur í það stöð að þurfa að spyrja eitthvað miðstjórnarvald í... Við erum í því. Já, við erum í því og ég bara skýra hvers vegna ég til að EES-samningurinn hafi gengið of langt. Ég er þar. En þú myndir kjósa það að við færum núna og tækjum kannski normennina með okkur í eitthvað svona leiðangur að reyna að gera EES-samningin betri fyrir eftirlöndin. Það var mjög góður hlutur. Ég vildi þá að þessum tíma gera tvíhliðarsamning á grundvelli EFTA, þar sem við semdum tolla og samræmingu á ýmsum sviðum, samstarf á ýmsum sviðum, en tvíhliðarsamning eins og Sviss gerði. Þetta hefði ég viljað. Sviss fór náttúrulega út úr EFTA? Nei, Sviss fór ekki út úr EFTA. Nei, það er inn í EFTA en fór ekki inn í Evrópus, ekki inn í EES-samning. EFTA fyrir utan EES er náttúrulega Já, það er svona óljós hvaða fyrirbrigði það er. Já, en engar síður þá er þetta ekkert slæm framtíð. En ég bara lýsa því að ég sem svo með mínar skoðanir, mér fannst EES-samningurinn ekki góður, mér fannst hann ganga of langt á okkar fullveldi. Og framkvæmdin jáfnvel ennþá meira sem að vitnar í til þess Jón Baldvin sem að gerði samningin. Hann er til þess mjög ósáttur við að við höfum látið orkumálinn fara þarna inn þegar það lögust. Já, og ýmislegt í innflutningi á landbúnaði við erum úr framvegis. En við erum þar, við gerðum þennan samning, við erum þar. Og við skulum bara segja að það sé málamiðlun og við skulum horfa á það alveg raunsætt að maður eins og ég sem er að lýsa þessum skoðunum, ég er minni hluta maður í þessu máli, alveg klárlega, minni hluta maður. En núna, og segjum þetta að vera málamiðlun þar sem mér þótti gengið og langt, hvaða afstöðu tekið þá þegar menn vilja ganga lengra út á plankan og taka fleiri svið inn í fjórfrelsispakkan en gert var í EES-samningnum og við erum að gera það án þess að þurfa að gera það og samningarnir svokölluðu sem að við standa þá fyrir dyrum, þeir snúast það hve miklu við fáum haldið eftir af þeim réttindum sem við þó skildum hjá okkur í EES og ég spyr hvernig í óskopunum stendur á því að þessi óhagstæða málamiðlun sem var, en málamiðlun var hún fær ekki að standa. Nei, þá að þvinga okkur lengra út á plankan
Og síðan, síðan annað sem ég vildi segja. Ég ætla þess að skjóta inn annað því að ég býst við að jáfólkið myndi segja með þessu að með því að fara lengra inn að þá höfum við einhverja möguleika á að hafa stjórn á því hvernig samskiptin eru innan Evrópusambandsins sem við höfum ekki með því að vera eiginlega bara þiggjendur ákvarðana inn í EES-samningnum. Það sé betra að vera inn í garðinum heldur að vera í einhverju svona bakgarði til liðar. Þetta finnst mér góður punktur til að ræða. Og þá ég búin að vera óska eftir því og við höfum verið sem á þessari línu, sömu línu og ég, ræðum þetta. Skoðum áhrifin sem við kemum til með að halda vegna þess að ég tel og get fært rök fyrir því að þau verði minni, miklu minni. Akkur sér það? Evrópusambandið, það byggir upp á nokkrum valdþáttum. Það í fyrsta lagi framkvæmdastjórn. Það fulltrúi hvers ríkis sig. Stjórnmálamaður sem stígur þarna inn, eins og fyrir varnarmálaráðherra Þýskalands, Ursula von der Leyen, hún verður bírókrat þegar hún komið þangað inn. Og þeir sem að sitja í framkvæmdastjórninni, þeim mega ekki draga taum síns ríkis. Þetta framkvæmdastjórnin. Framkvæmdastjórnin ein hefur heimild til þess að setja fram lagafrumvörp á Evrópusambandsþinginu. Hún ein, ekki þingið, hún ein hefur heimild til þess. Svo getur þingið reynt að krukka í það og þarf að stoppa hluti yðurlega með meirihlutavaldi eins og var reynt að gera núna síðastliðið vor þegar... Þetta nú næstu eins og íslenska þingið, það einu frumvörpi sem fari í gegn frumvörp ráðaranna. Það bara 1 og 2 þingmannafrumvörp sem fari í gegn. En rétturinn enga síður hérna fyrir hendi sér. Hann ekki fyrir hendi þarna. Þetta einn valdþátturinn. Næsti valdþáttur leiðtogaráðið. Það leiðtogar allra. Við fengjum leiðtoga þar inn. Þeir leggja megin línurnar. Það var þar sem að forseti leiðtogaráðsins orðaði það að nú þyrfti að koma Evrópu í stríðsham til að fara að vilja Bandaríkjamanna sem að skipuð Evrópusambandinu að fara með hernaðar útgjöldun upp í 5% af þjóðarframleiðslu. Allrætt. Þeir leggja höfuðlínurnar, svona höfuð pólitíska línur. Síðan ertu með ráðherraráðið. Það verulega ráðandi og tekur litaskiptum eftir því hvaða máli til umfjöllunar. Utanríkismál, þá voru utanríkisráðherrarnir, innanríkisráðherrarnir og svo framvegis. Þetta sá þáttur. Síðan ertu með Evrópuþingið sem í rauninni mjög valdalítið. Við hefum fáa fulltrúa og jafnvel þó höfum þá myndi ekki skipta sköpum. Svo kemur stóra málið. Það dómstóllinn í Luxemburg. Það Evrópusambands dómstóllinn í Luxemburg. Hann sá aðili sem dæmir rétt og rangt. Hvað heimilt og hvað ekki heimilt að gera. Og ef við ætlum síðan að semja hluti, þá, og við varum ekki sátt við það sem okkur var skammtað, þá það undir honum komið hvað hann dæmir. Og við erum að halda því fram að jafnvel þó að menn ná einhverjum samkomulagi einhverja tiltekna hluti, til dæmis í fiskveiðum, að þá verður það að standast stofnsáttmála Evrópusambandsins vegna þess að hann dæmir samkvæmt þessu. En ég að segja rétt með þessu? Já, við skulum bara horfa á dóma framkvæmdina. Við skulum fara yfir það hvernig hann hefur valtað yfir landslög í einstökum löndum, hvernig hann hefur valtað yfir stjórnarskrár einstakra ríkja, ef hann telur að það stríði gegn stofnsáttmála Evrópusambandsins í þeim málum sem sem að valdheimildi liggja hjá Evrópusambandinu. En við erum undir sambarlegum dómi varðandi öll mál sem að tengjast EES. Þú varst að taka dæmi af því áðan að það var hótunum að þú fengir ekki að láta strætó og fara til Keflavíkur. Já, alveg rétt. Og þessin ég að segja það að ég ósáttur við hve langt við fórum í því og þess vegna lagðist ég gegn bókun 35 vegna þess að þar eru menn að taka það úrskurðavald sem íslenski dómstólar hafa að skera úr hvar landamærin liggi milli Evrópusambandsréttar og okkar réttar, hvar þau liggja. Menn vildu taka það frá okkur. Það vil ég ekki. Ég bara segja það að þessi spurning sem þú vekum máls á og jáarar tala að við hefðum meiri áhrif, förum bara í gegnum þetta og þetta það sem við þurfum að ræða og þetta skýrist ekki í samningaviðræðum, já til að sjá, það gerir það ekki. En þegar þú ferð að horfa á
og hlusta á röksemdirnar, þær snúa að öðrum þáttum en þeim sem að verða ræddi við samningaborðum. Menn er að tala um vexti, menn er að tala um gjaldmiðil og svo framvegis. Þetta verður ekki rætt við þetta samningaborð. Þetta verður ekki gert þar. Það sem verður rætt eru vantanlega fiskveiðimálin og landbúnaðarmálin og þar er ég að færa rök fyrir því með tilvísan í dómapraksis að það er stofnsáttmálin sem máli skiptir og þar er kveðið á það að það er sameiginleg fiskveiðistefna er á hendi Evrópusambandsins og Evrópudómstóllinn mun dæma samkvæmt því. En má ekki gera samningi þá bara með fyrirvara það að dómstóllinn gútar í samningin? Hann mun aldrei láta segja sér það. Nei, ég meina, við erum að tala um það, við erum að tala um dómstól sem valtar yfir stjórnarskrá Frakklands, stjórnarskrá Þýskalands, menn hafa ekki verið sáttir við það hjá stjórnadómstólnum í Þýskalandi, en hann gerir þetta, hann dæmir samkvæmt þessu, þetta er veruleikinn. En er ekki framkvæmilegt að skjóta málunum til hans að því þú ert að lýsa aðalega óvissan sér það, hvernig dómstólinn muni bregðast við kannski góðum samningi frá sjónarhorni Íslands? Má ekki bara hafa samningi þannig að hann taki ekki gildi fyrir en að dómstólinn hefur lagt blessinu yfir það? All right, verðum að góðu, ræðið er það við dómstólinn, en það verður bara, við fáum nú í næstu viku þá koma hérna írskir gestir, þingmenn sem hafa verið annars vegar á Írska þinginu og hins vegar Evrópusambandsþinginu. Verðum við fund í þjóðminjasafninu á 5. daginn, næsta, hádegisfund þar, þar sem þau segja frá reynslu Íra af nákvæmlega þessu. Loforðum, samningum sem gerði voru og hvernig var síðan að fara með þá. Látum þá að segja frá því. En heldur að við myndum bara fara og labba götur Kork eða Dublinar eða eitthvað þar. Heldur að það væri ekki stór meiri hluti Íra ánægðir með veru landsins í Evrópusambandinu? Ég held að við sumir myndi ég að segja að það hefði hjálpað okkur að öðlast raunverulegt sjálfstæði, ekki verið ykkur hjálenda englendinga. Það var veran okkar í Evrópusambandinu. Ég sönd að þessi algengt viðhorf. Já, ég hef ekki hugmyndum það og í rauninni skiptir það með engu máli, vegna þess að ég er aðalega að horfa á Ísland og hvernig okkur vegnar. Ég hef til dæmis ótt að því að í Evrópu sé ekki mikil andstæða gegn hervæðingu sambandsins. Ég held ekki, það er búið að búa til slíka stemningu í Evrópu. Þýðir það að ég sé að horfa eitthvað sérstaklega til þess, þá gerir ég í því samhengi að ég vil ekki fara þangað inn. Ég vil að við mörkum okkur sérstöðu á allt öðrum grundvelli og ég er ekki að horfa til þess. Ég vil bara fá að vita fyrir okkar hagsmuni hvernig reiddi Írum af gagnvart þeim loforðum og samningum sem Evrópusambandið gerði og ég er að benda á að menn fari í reynsluna af þessu, skoði dómapraxisina og spyrja hverjir eru það sem ráða og á hvaða forsendum gera þeir það. Og þetta tala um já til að sjá og síðan fara menn að tala um vexti og annað slíkt sem ekki verið ræddir þetta, finnst mér svolítið út í hött. En ég vextir bara af reynslunni að vextir hafa lækkað hjá löndum sem hafa gengið inn í myntbandalagið. Það má vel vera og sumstaðar ekki og sumstaðar er húsnæðisleysi mikið og sumstaðar er atvinnuleysi 40%. Það er allur gangur á þessu. Það er stórkostlegar húsnæðiskreppur til dæmis á Spáni. Já. Það er allur gangur á þessu. Alhæfingar duga alls ekkit í þessu efni að gera það ekki. En það er eitt sem að þú nefndir hérna Jón Baldvin áðan, að hann hefði ekki verið sáttur við allt sem gerðist síðan og eins og ofti er að þú þarft að fóstra raunverulega mál til þess að það er ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem eru gerðar góðar eða slæmar. Já, og hann alveg rétt en hann til dæmis tók það upp sem að þú nefndir með orkumálin. Já. Og það kom til síðar löngu eftir hennar samning sem gerð var. Og þá finnst mér vaknaði þessi spurning að því að sumir segja, þetta er bara næsta stoppustöð, þetta er endastöðin. Við stoppuðum hérna á Gunnarsbraut, Ljásgötu, en við erum að fara á Hlemm. Það er Evrópusambandið. Þetta er ekki svona. Evrópusambandið Hlemmur er nefnilega allt annar en hann var í gær. Allt annar. Evrópusambandið hefur tekið grundvallar breytingum
frá því að Jón Baldvin og þeir félagar allir voru að semja við Brussel árið 1992 og 3. Þetta allt önnur stofnun. Hún orðin miklu lokaðri, hún orðin miklu umfangsmeiri, hún orðin miklu frekari, hún miklu meira dominerandi og skipandi en áður var. Þannig að pólitíkin í Evrópu hefur breyst. Þegar Jón Baldvin var að semja, var ekki Davíð Oddsson sem sagði það að hefta eftir, eða sagði sem svo að þetta var eintómi sósíaldemókrata fyrir utan Asnar á Spáni. Það var sósíaldemókratar og Asnar. En núna eru sósíaldemókratar eiginlega ekki mjög áberandi. Já sko, ég var með fund í Safnahúsinu daginn. Hervæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds og það svona, væri fróðlegt að fá gott að fá aðeins að víkja því á eftir ef ég mætti, en þá skal ég segja að þér voru menn að vekja máls á því að ýmsar aðgerðir Evrópusambandsins og Bandaríkjanna alveg í einni spyrðu, menn alltaf að tala þetta sundrast Bandaríkjanna og Evrópusambandi langt í frá. Styðja bæði þjóðamorðið í Gaza, eru þar í miklu bræðralagi í öllu. Að En samt lönd innan Evrópusambandsins sem eru með svona aðeins öðruvísi afstöðu eins og til dæmis Spánn. Jú, alveg rétt, sko, en í heildina er stefna þessi. Og þar eru þau að fara saman. En það sem kom fram á þessum fundi var í viðtali við sérfræðinga frá Sameinuðu þjóðunum. Þeir vöktu máls á því að í 30 ár, þessi þróun hefur gerast á síðustu árum, hefur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fordæmt sem ólöglegar og meiðandi fyrir mannkyn, einhliða refsiaðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur gert það líka. Á hverju einasta ári fordæmt það sem að gerast. Nú þeir að færa sér búið skaftið. Nú ekki nóg með það að þeir setji bann á Sýrland og Venezuela og Kúbu og allt það. Heldur einstaklinga í Evrópusambandinu sem leyfa sér að andmæla utanríkis- og varnarmálastefnu Evrópusambandsins. Og ég var með þarna á fundinum og hann verður fljótlega aðgengilegur á netinu, þessi þáttur eða þessi fundur. Ég var með mann í Berlín, þýskan blaðamann, sem hefur verið að sinna Miðausturlöndum og tala við ýmsa þar, alla aðila, stríðsaðila, Húta og Hamas og PLO og alla. Og hann hlaut fyrir þetta bann, það er búið að taka á hann bankakortið, það er búið að skerða ferðafrelsi hans, líka konans og mömmans og ef að þú hjálpar honum þá þú komin í fangelsis refsilstígu einhverja og af hverju skildi það vera, af hverju gera þeir þetta? Jú, vegna þess að þeir spyrja sig, hverjum gagnar svona fréttaflutningur? Pútín, gagnast Pútín, já, hann að mála hjá Pútín, banna mannin og þeir eru búin að taka fleiri, Jacques Beau, frægt, hann ekki á sömu línu og ég í pólitík, hægri maður, svissneska hernum, hann gagnrýndi stefnu Evrópusambandsins í Úkraínu og NATO og í Miðausturlöndum, bann. Og þeir eru konum með fleiri og ég fór að lesa mig til á Evrópusambands. Ég hef gagnrýnt þetta allt saman þegar ég myndi verða að þakka niður ef við gengum í Evrópusamband. Auðvitað, þeir eru skrúa fyrir þig. Það er alveg öruglega gert. Þetta er nefnilega, og þetta, menn trúa því ekki og margir halda hér, þetta eru öfgar sem eru hér á verðinni. Maðurinn er að íkja. Nei, það er ekki að gera. Og ég aðeins að ljúka við það að segja að ég fór inn á Evrópusambandsvefinn og fór að kanna þessar refsiaðgerðir og forsendur refsiaðgerðana, hverja það væru. Jú, viti menn, þeir segja þar, þetta er hugsað ekki sem punitive, ekki sem refsingi sjálfu sér, heldur sem leiðsögn það hvernig þú eigir að hugsa. Ef þú gengur gegn stefnu, varnarmálastefnu og utanríkisstefnu Evrópusambandsins, þá erum við að leiðbeina þér og meðan við erum að leiðbeina þér á tökum við að þér kortið og svo framvegis og þú getur hugsað betur.
fari menn inn á vefin og skoðu þetta og ég segi við þá sem segja já til að sjá, reynið að sjá þetta, reynið að skoða þetta. Já, en að því að við erum svolítið að tala þú veist, að hafa áhrif, vera inni eða fyrir utan og þetta er afstæða, fólk þarf að taka afstöðu þessa í öllu bara pólitísku starfi. Þú hefur líklega gert það þegar þú varst inn í VG, það var ekki að því að VG var bara alveg eftir þínu höfði og þá fórstu inn. Þú fórst inn til þess að breyta VG, til þess að hafa góð áhrif á það. Ef Evrópa er að þróast til verri vegar, er það ekki bara hægt að segja sér svo að við ættum eiginlega frekar að fara inn til þess að geta haft áhrif á að Evrópa myndi þróast til betri vegar? Verðist að það skiptir okkur máli hvort sem við erum inni eða úti. Ég meina það er stæðsti hluti allra viðskipta okkar ef Evrópa. Sumiliti erum við bara eins og varta á Evrópu. Við verðum náttúrulega eins og vart á Evrópu. Við erum með orðið það sko. Það verðum með sáralítið viðskipta. Ég er með valkost. Alright, við erum með beggja vegna okkar, annars vegar mjög óstabilan mann vestanhafs, Donald Trump, sem að gera hluti sem ekki góðir. Við erum með mjög vafasama karaktera sem að stýra núna Evrópusambandinu og eru bara orðin handbendi hergagna iðnaðarins því miður. Hvað gera Íslendingar þá? Hvað er þá valkosturinn að fara þangað inn og halda menn fá eitthvað skjól þar? Nei, þetta er bara sama spyrða. Ég er bara að spyrja almennt hvort það sé snjallar að fara inn til þess að breyta Evrópu, hvort að þú átt fleiri skoðanabræður í Evrópu heldur en á Íslandi. Nei, ég vil ekki. Ég vil ekki hugsa svona smátt. Ég vil hugsa til heimsins alls og vistu hvað skortir í heiminum öllum núna. Og ég bara finn það að það sem ég hef farið og sagt þetta utan Evrópu og innan Evrópu og hvar sem að þessir þó skoðanabræður minnir og líka fólk sem ekkit endilega á sama máli og ég að öllu leiti alls ekki. Það er skortur á friðflytjendum. Það er skortur á fólki sem að réttir út höndina, ekkit bara í Evrópu, heldur í heiminum öllum. Og þetta á að vera hlutverk Íslendinga og ég hef orðað það þannig að þegar úvar rísa beggja vegna Atlantshafshryggjarins sem við sitjum á miðjum, þá eigum við að taka okkur þessa stöðu. Þetta var staðan sem Eysteinn Jónsson, framsóknarmaður, boðaði 1944 og ég bara aðhyllist þá hugsun. En það gæti ykkur jámaður sagt einmitt Ögmundur, ég er alveg sammálaður og til þess að hafa virka stöðu, til þess að geta raunverulega haft áhrif á þróun heimsmála, þá er snjallari fyrir okkur að vera inn í þessu sem átt að þelja upp áðan, ráðherraráðið og leiðtogaráðið og framkvæmdastjórnina. Ég vil gera eitthvað sem ég tel vera raunhæft. Ég vildi ekki fara til dæmis inn í Bandaríkin og reyna af áhrif þar og alls ekki inn í Evrópu heldur. Ég vil leggja rækt við það sem við eigum að leggja rækt við, sem eru Sameinuðu þjóðirnar. Við eigum að vera á slíkum vorsendu, þeir eru að stúta Sameinuðu þjóðunum. Þetta var reyndar Það eru frekar Bandaríkjamenn sem eru að þekja þetta ekki. Það eru Bandaríkin, já hinir taka allir þátt í þessu. Davos fundirnir, sem Íslendingar hafa verið að sækja líka, Davos fundirnir eru bara tilræði við Sameinuðu þjóðurnar, það er ekkit annað. Það er sem að peningavaldið, stórlagsarnir, auðvaldið í heiminum er að ýta Sameinuðu þjóðunum til hliðar. Það er bara það sem er að gerast. Út af það gekk þetta. Og ég segi við eigum að stilla okkur upp með Sameinuðu þjóðunum, með alþjóðalögum, þar eigum að vera. Ég skal segja þér eitt að hann var hérna hjá ykkur, Alfred Sager, sem í viðtali eftir hann var á fundi sem ég stóð fyrir á sínum tíma. Og hann var spurður þetta, heyrðu, alþjóða glæpadómstóllinn vill lögsækja Putin og lögsækja Netanyahu og hvað vilt þú? Lögsækja alla sem hann vill. Ég bara styð það, sagði hann, að ég styð þessar alþjóðlegu stofnanir. Það er hins vegar Evrópusambandið og Bandaríkin og Rússland og Kína sem standa gegn þessu. Þau vilja þetta ekki. Þessir aðilar vilja þetta ekki. Og þarna eigum við að stilla okkur upp. Ég get komið þá áfram með bara sama upplegg. Það er ekki líklega að þú getur breytt þessari stöðu að Evrópusambandið berjist ekki gegn niðurbróti alþjóðlegra stofnana með því að vera þar inni heldur fyrir utan. Hver heldur að hlusta á Ísland? Finnst þér það líklega? Fyrst er að fá að segja það, sérðu.
til einhver hlusta á mann þá verður maður að fá að segja þetta. Olof Palme. Olof Palme. Debitkortið. Já, þess að missa debitkortið. Olof Palme, hann var svo rödd í heiminu sem allir svona, sem massin vildi heyra, vildi hlusta á. Hann var svo rödd. Sú rödd ekki, hún hljómar ekki innan Evrópusambandsins. Þar sameiginleg stefna í Evrópusambandsins í varnarmálum og öryggismálum og að verða alltaf saman súrraðri með hverju árunni sem líður. Það koma eins og þú bendir á tilvik þar sem að menn vil ekki taka þátt í versta ofbeldinu svo þú nefnir Spán og hérna núna forsætisráðherra Spáni og það kemur slíkt upp á en þegar á heildinni litið þá stefnir þetta mjög hratt í sambandsríki, samræmingar átt í þessum efnum. Og það sem að mér finnst svo skrítið, að það að vinstra fólk, sumt hvert, það vil leita ásjár þarna inn í þessum krumlum auðvaldsins og hervæðingar og hernaða maskínunar sem alveg furðulegu hlutur og benda á það að á Íslandi sé svo mikið spilling og við þurfum að flýja þessi spillingu. Það spilling á Íslandi. Það spilling allstaðar þar sem að hleypir auðvaldun að. Þar sem að peningarnir fá að ráða, þar spilling. Ef þú bætir síðan inn í hergagnaðinaðinum, inn í þann kokteil, eins og hann komin í Evrópusambandinu, þá ekki við góða búast. Þannig að þú ert ekki þeirra skoðunar eins og sumir sem að telja sér til vinstri að Evrópusambandi geti aðstóð okkur við að kljást við íslenskt auðvald. Sko, svo langt í frá vegna þess að þetta er bara smíði auðvaldsins eins og þetta en það sem að ég nefnilega glemdi að segja áðan og var að fálma eftir það var að þessir menn sem að voru að horfa til þróunar Evrópusambandsins, Alfred de Zeyas, Thomas Fassi sem að kemur hérna fram líka ítalskur fræðingur, Jeffrey Sachs og fleiri. Það sem þeir að segja allir að Evrópusambandið allt annað en það var fyrir 30 árum. Allt annað það var þegar Jón Baldvin var að semja og við vorum að semja. Þetta allt annað konstrukt en þá var. Það er ekki saman að jafna. Og hann sagði Alfred de Zeyas, hann sagði ef þú skoðar þessar refsiaðgerðir og þessar ályktanir Sameinuðu þjóðanna og mannréttindanefndarinnar í garð Bandaríkjanna og Evrópusambandsins þetta var allt í góðu lagi hérna á Maastricht-tímabilinu 92 þá var þeir fullt samræmi milli Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins fullt, það það ekki lengur. En það ekki breyting bara í pólitísku landslagi í Evrópu? Jú, og í heiminum. Já, ég veit það. Við erum á populískum tímum þar sem að hægri menn vaða svolítið uppi. Nýfrælsingin á að vera dauð, en hún hefur aldrei verið virkar. Já, þetta alveg rétt. Þetta veður uppi allstaðar, vestanhafs og líka hérna heima. Líka hérna heima, en þess vegna eigum við að reyna að hasla okkur völl utan þessara illu straumar sem þeir eru. Þetta eru illu straumar. Já, en má ég þá spyrja aftur frá svona hluta af jáurónum að þeir myndu orða þetta sem svo að það eru vísjáverðir tímar í heiminum. Við vitum ekki hvert Bandaríkin að þróast og getur jafnvel orðið óvinnur okkar með að við hvernig þeir hegða sér gagnvart Grænlandi. Á slíkum tímum eru allir að rotta sér saman í einhver svona bandalög að velja sér stöðu. Og þá myndi þessir menn segja sér svo, það bara óraunhæft að Ísland geti utan allra bandalaga haft sterkar stöðu. Það miklu meiri líkur á því við getum haft áhrif á þróunina með því að til einhverju, þá bara fórnar við einhverju sjálfstæði fyrir að geta haft jákvæð áhrif á þróun heimsmála. Sko, ég held að ég held hins vegar ef við tökum þetta með Grænland, það sem við erum að upplifa með Grænland og Danir taka mikið bakvöll og eðlilega og allt það það sem náttúrulega rómanska Ameríka búin að upplifa í áratugi frá hendi Bandaríkjanna og Filippseyjar og heimurinn að Afríka náttúrulega og frá hendi Evrópuríkjanna og svo framvegis. Leiðin út úr þessum ofbeldisheimi ekki að skríða upp í kjöltuna á þessu liði og ekki gleyma því þegar ég sé menn sem eru í forsvari fyrir Palestínumenn að berjast gegn þjóðarmorði og horfa fram hjá því að Evrópusambandið
er stuðningsaðili Ísraelsríkis í gegnum allt þetta, eins með Bandaríkin og Evrópuríkin í miðausturlöndum, ég þekki nú orðið svolítið til þar, var í Sýrlandi ekki að fyrir löngu, Rojava, þar sem að nýlenduveldin í Evrópu eru á fullu að gæta sinna hagsmuna, olíuhagsmuna og svo framvegis. Og hvað sögðu þeir þegar Donald Trump réðist á Íran? Þetta er stórkostlegt, sagði Rúte, NATO-forstjóri, stórkostlegt, þannig að það er enginn sem hefði þórað þessu og Merz, kanslari Vestur-Þýskaland, sagði hann er að hreinsa til þarna í miðausturunni og taka af okkur ómækið. Þetta er eins byrða, þetta er sama liðið og við eigum ekki að skríða upp í fangið á þessu. En við erum upp í fangið á þessu. Íslenska utanríkisstefna er mjög í takt við allt þetta. Alveg rétt og við erum að reyna að rífa okkur frá... Við erum, hvað er kallað þetta, verðugur bandamaður í öllu þessu drasli? Já, við erum að rífa okkur frá þessu. Spurningin er hins vegar og þar kemur þetta raunsægin. Sko, munum við breyta heiminum með því að standa upp á hól og kalla? Nei, við gerum það ekki. Við eigum að svona sína varkárni, við eigum að reyna að úthugsa með hvaða hætti við getum á jákvæðan hátt komið inn í þessar mynd þessara stríðandi fylkinga allra. Ekki að skríða upp til þeirra, alls ekki, heldur gera það sem að margir horfðu til þegar við vorum með leiðtogafundin hér fyrir 40 árum í október 1986. Menn horfðu þá svolítið til Íslands og það voru margir sem sögðu, Ísland er ákjósanlegur staður. Þeir eru svo smáir Íslendingar, það tekur ekki á öfunda þá og við skulum bara hafa þetta sem svona friðarsegul. Og við höfum að hugsa svona. Það er þetta svona í takt við Ólafur Ragnar Grímsson til dæmis, hann hefur alltaf haft svona þessa afstöðu. Jú, eða hann í takt við mig, ég veit ekki. og takt við aðra sem eru að tala þessu máli. Þeir eru margir, Eysteinn Jónsson, ég var að vísa í hann, og svona töluðu pólitíkursennir miðja síðustu öld, nánast yfir allt litrófið. Þeir gerðu það. Menn sáu Ísland fyrir sér með þessum hætti. Núna eru menn bara konur upp á barríkauturnar út allan heim að taka þátt í slagnum. Þetta eigum við ekki að gera. En nú gæti eitthvað sagt, þetta er allt gott og vel, svona sjálfstæði utanríkismálum og sem er mikils virði. En gjaldið sem við borgum fyrir það er krónan til dæmis og það eru færð rök fyrir því að við tækjum upp evruna, varum með skárri vaxtakjör. Það er ekki bara við einstaklinga sem eru að borga kannski húsnæði sitt einu sinni, tvisvar sinnum oftar heldur en næstu bæjum. Heldur á þetta líka við ríkið, þar sem að ríkið skulda bara 60% landsframleiðslu en er samt með hærri vaxtagjöld heldur en Grikkland sem er að fara að slá í 200%. Þannig að þetta er bara svo mikil byrði til þess að þú hafir þetta frelsi í utanríkismálum. Að unga fólki sem er að kaupa íbúðir, leigjendur sem er á markaði, þau bara standi ekki undir þessu. Við vilt ekki létta á okkur byrðunum í smá stund, svo skulum við kannski koma með þér í baráttuna. Í fyrsta lagi, þá segir nú við fólk sem að svona haldið þessu, ferðum svolítið Evrópu, ekki bara í miðborg Parísar og miðborg Berlínar, förum út í úthverfin, förum þar sem er húsnæðisleysið, þar sem er atvinnuleysið, þar sem að fólk berst í bökkum og getur ekki einu sinni tekið lán til að njóta lágra vaxta vegna þess að það hefur ekki vinnu eða er á svo lágum kjörum og leigir íbúðir sem eru allavega. Þannig að það er ekki hægt að alhæfa með þessu móti, það er bara ekki hægt og við getum ekki leyft okkur á grundvelli svona alhæfinga að taka einhverja mjög afdrifaríkar ákvarðanir framtíð Íslands í bara heimi þjóðana, það getum við gert. En allt þetta sem við erum að nefna, það getum við gert sjálf. Hvernig hefur við ekki gert það? Heldur eitthvað vilji borga þessa vexti? Nei, en það sem að menn er að kalla eftir, leggjum meirum við það. Hvað eru menn að kalla eftir? Þeir eru að kalla eftir meira stabiliteti. Þeir eru að tala meira stabilitet, stöðuleika á vinnumarkaði. Ég held að það var í Dagur B. Eggertsson sem sagði, þingmaður samfylkingarinnar, sem sagði, við þurfum meiri aga á vinnumarkaði. Við munum eftir Salek. Það er þetta sem við erum að tala Við fáum stuðning við þetta í Evrópu. Og nú hefur þeim tekist þessum markaðsöflum að nánast svæfa verkalýðshreyfinguna. Þú ert að bera spegil upp að vitum hennar til að bara finna hvort hún er á lífi eða andvana.
Það er bannað þar, það eru bara mannréttindi að þú geti staðið utan verkalýðsfélaga. Þú þarft ekki að vera í verkalýðsfélagum eins og þú þarft að vera hérna í opinbera geiranum og í reynd líka í enga geiranum nema vissum hlutum hans sem að brjótast út úr því. Þetta hefur verið okkar lífbjörg svona jöfnuð í samfélaginu almennt. Það verið að taka allt þetta burtu og þetta er það sem að þeir eru að horfa til. Þessir áhugamenn, mestu áhugamenn Evrópusambandið, hlustaðu á þá. Hlustaðu á Dag hvað hann er að segja og hlustaðu á þessa hægri kratalla sem er að mæra þennan evrópska vinnumarkað og lasta þetta óstabilitet á hinum íslenska. Ég vil sko miklu meiri átök og rugga öllum bátum eins mögulega hægt er til að hrista okkur misréttið í þjóðfélaginu. Það gerum við ekki með því að fara inn í Evrópusambandið. Þú lýsir Evrópu svolítið sem ekki góðum stað, heimilisleysi, atvinnuleysi, efnahagsleg stöðnun, vaxandi fasismi og hernaðaríkja. En margir Íslendingar hafa ferðast Evrópu og upplifa að þetta sé bara einn bestu samfélag. Vistu það að mér finnst Evrópa yndisleg. Já. Ég ferðast Evrópu og mér finnst hún yndisleg. En af hverju tekur Evrópa þessi afgerandi röngu ákvarðanir eins og þú ert að lýsa? Hvað kom fyrir Evrópu? Vegna þess að Evrópa, Eisenhower sagði þegar hann tók við forsetaembætti hérna 1953 þá varaði hann við því að við færum svona gengjum hernaðarhyggjunu á hönd. Síðan satt hann í embætti í 8 ár. 1961 heldur hann ræðu þegar hann hverfur frá valdastóli. Og þá segir hann, eitt vil ég segja, látið ekki the industrial military complex ná tökum á samfélaginu. Þá fer illa. Það er þetta sem hefur gerst. Það hefur gerst vestanhafs og er að gerast núna í Evrópu. Það er það sem er að gerast. En allt það sem að við horfum til okkur finnst jákvætt í Evrópu, við getum haldið þessu öllu saman. Öllu saman. Við höfum að vera með mikla samvinnu í menntun, í listum, í rannsóknum, í öllu og við höfum að fara út og fá kaffisofbót á stétt í Strasbourg og París og allstaðar og njóta sögunar og listanna og mannfólksins og alls. Þetta getum við. Evrópusambandið er allt önnur ella. Það er bara stjórnkerfi sem heldur utanum Ég var að spyrja af hverju Evrópa, þinn góða álfa, tekur svona rangar ákvarðanir. Ég held að sé þetta. Ég held að þessi öfl þau hafa náð undirtökunum. Þau höfðu ekki undirtökin. Þau höfðu ekki undirtökin svo seint sem EES-samningurinn, sem Maastricht. Þau voru ekki búin að ná þeim. Það ber öllum saman þetta. Núna er þetta gerast. Og ef að menn horfa fram hjá því að það er verið að taka mannréttindi af fólki í sífellt vaxandi mæli, það er verið að beygja alla undir samræmda stefnu, hernaðarstefnu, það er bara gerast. Þeir tala opinskátt það að nú þurfum við að vígvæða Evrópu, komin í hvað var það, military mode, stríðsam og býtu, og þeir segja líka, meira segja, þetta verðum við að gera á kostnað velferðar því miður. Og ætla menn þá enga síður að sækja aðild að þessu til að sjá í pakkan. Þetta er pakkin. Hann er þarna. Ok, ef maður koma að því að kíkja í pakkan og að ná samningum. Margir neyjarar hafa bara hafnað í það sé ekkert í boði. En því er líka verið haldið fram að þetta sé eiginlega einstakur tími fyrir okkur að sækja núna af ýmsum ástæðum, meðal annars út af áherslu Evrópusambandsins og öryggismála, þá er svona okkur fengur að hafa Ísland í bara á kortinu. Líka vegna þess að það er orkukreppa í Evrópu og Evrópusáttum myndi gjarnan vilja hafa Noreg nær sér. Af þeim ástæðum að þá höfum við möguleikann á miklu betri samningu við Evrópusambandi heldur fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum, því að við getum raunverulega náð eiginlega bara sagt það sem við viljum í sambandi við sjávarútveginn og annað slíkt, að Evrópa mun samþykkja það vegna þess að það er svo mikill fengur að því að fá Ísland núna, sem að var ekkert fyrir 10 árum eða þegar fókus Evrópu var að færast austur og annað slíkt. Nú þurfum við að efla sig í vestrinu, búin að missa Bretland, langar að fá Noreg og þess vegna höfum við eiginlega, þetta er einstakt sögulegt tækifæri, myndi eitthvað segja. Til að gera hvað? Til þess að fá, þú segir... Til þess að fá alltaf góða en ekkert að slæma. Eitthvað í boði, þá það sem var í boði væri
að halda einhverju að því sem við höfum þegar og og við viljum ekkert missa og þá stendur það eftir, þá stendur það vissulega eftir að segja eins og þú segir, eins og þú hefur eftir öðrum, þú ert að vitna í Jávara. Ég spyr neyjara eins og Jávara. Já, það er bara mjög gott og hérna hvað sé í boði og ég segi það sem er í boði er að fá að sjá hvort að við fáum haldið einhver af því sem við þegar höfum og þá ég skipti fyrir eitthvað annað og þá, akkurat, ég skil og ég ber fulla respekt fyrir þeim sem segja ég vil fara í Evrópusambandi, ég vil sækja aðild í Evrópusambandi og ég ætla að fara þangað inn og vil endilega fara þangað inn, ég skil það. Það er vegna þess að þeir trúa því að það verði betri efnahagur og stöður að verðlag og það verði hægt að temja verkalýðshreyfinguna, láta hana halda sér saman og okkararana, það verði ekki jafn mikið okkur á Íslandi. Okkur á Íslandi, guðminn almáttur, sko vita menn ekki hvernig Evrópa lítur út og vita menn ekki, menn segja til dæmis það spillingu, vita menn ekki spillingu í Evrópusambandinu innan stjórnkerfisins og allstæðar, svoleiðis grasserandi spilling. Það er allstæðar sem eru miklu peningar, það er mikið spilling. En ég segi sko, hún er hérna líka, það er ekki það, en þú lagar henni ekki með inngöngu í Evrópusambandi. Þvert á móti þá undirgengstu regluverk sem mér finnst vera spilt, sem að mér finnst vera smíðað í þágu fjármagnsins. Og þegar maður fyrir að skoða þessi mál, þessi deilumál sem hafa komið upp fyrir dómstóla, fyrir Evrópudómstólinn í Luxemburg, hann dæmir alltaf í vil fjármagninu, alltaf, enda er það bara sáttmálinn sem að hefur verið gerður. Það á nú svo sem eiginlega næstu við Hæstarétt Íslands líka. Það er öryrkjadómurinn hérna 99 og svo erlendur lánin 2009 það sem að Hæstaréttur það er mjög fá dæmi að dómskerfi sé ekki alltaf í liði með valdinu og öðrum. Sem ráða, ég skal ekki alhæfa það, ég er ekki að mótmæla því sem þú segir þarna þessi einstöku mál, alls ekki, en ég skal ekki alhæfa það, ég alhæfi hins vegar mitt, að Dómstóllinn í Luxemburg dæmir alltaf með markaðshyggjunni sem að Evrópu eða stoppsáttmálinn hvílir á. Hann hvílir á því, hann hvílir á þessu fjórfrelsi þessu frelsi. Við söndum fjórfrelsið. Nú vilja menn taka fleiri þætti undir fjórfrelsið, sjávarútveginn og annað og ég er að segja það sem að kann að vera sami tímabundið slík mál, landbúnað, sjávarútvegsmál sem getur vel verið að verði boðið í ljósi þess sem þú nefndir stöðu Íslands í viðsjáverum heimi núna. Það má vel vera. Það mun ekki halda. Og svona hlusta á Írana sem koma hingað í næstu viku á hádegisfundi í Þjóðminjasafninu kl. 12:05. Hvað hafa þeir að segja reynslu Íra? Evrópusambandið hefur verið að reyna að þrengja að Írum á því að veita stórfyrirtækjum skattaafslátt sem að má svo sem líta á sem jákvæða áhrif Evrópusambandsins. Þetta þekki ég þekki það ekki. Þeir náttúrulega eru hálfgerð skattaparadís í Já, en ég þekki það hvernig þeir hafa verið að þröngva bara öllum ríkjum til þess að ganga hart fram í markaðsvæðingu innviðana og það er þetta að því að þarna tala ég pínlítið af reynslu. Ég var í rúmlega 20 ár í starfi verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu, sat í framkvæmdastjórnum ETUC, European Trade Union Confederation sem er samband verkalýðsfélaga í Evrópu og sambandi opinberra starfsmanna í Evrópu og heimsvísu og við vorum að berjast alltaf gegn þessari markaðsvæðingu innviðana. Ég er ekki á móti rakkabúð eða byggabúð eða bjarnabúð, alls ekki, en ég er á móti þessu einokunar valdi og þessu ofurvaldi fjármagnsins. Við vorum að berjast gegn þessu öllum stundum og það hefur smám saman berjast gegn Evrópusambandinu. Við vorum að berjast við þessari grunnhugsun sem Evrópusambandi var að múra inn og þeim hefur tekist að gera það og við hefum ekki að ganga lengra á þeim planka. Við hefum að reyna að halda eins miklu valdi, fullveldisvaldi innan okkar vébanda. Við hefum að reyna að gera það. Svo getum við rifist það og tekist á það.
hvernig við högum skipulagi okkar samfélags, en við megum ekki afhenda valdið frá okkur. Við vorum að tala um þjóðaratkvæðagreiðslu, höldum við innan þessa lýðræðislegu umgjörð okkar. Þú vildir aldrei Evrópusambandið og enn síður í dag heldur en áður. Þróunin hefur verið mjög síður. Ég skal segja, hann stríddi mig stundum á því hann Össur Skarphéðinsson, vinur minn, að Þú varst nefnilega í ríkisstjórn sem að sóttu aðild. Já, illu heilli. Og þá sagðirðu já. Já, gerði það, illu heilli. Og ég hef skýrt það hvernig á því stóð, ekki sagt að það var gert, að við gerum það. Þú þurft að skrifa heila bók til þessu. Já, ég skrifaði bók og eftir búin að skrifa marga bækur. En að það engin okkar sem þá sæti ríkisstjórn, ekki heldur Össur og Jóhanna og þau öll trúði því að þetta yrði eins svakalegt og það varð. Eins sundrandi og erfitt. Og ferlið. Og frekjan í Evrópusambandinu og ágengnin og ítnin, hvað þetta var ægilegt að opna þess að dyr, hvað var ægileg mistök. Nema ég sagði einhvern við hann eftir EES-samningina, því að hann vissi að ég var á móti EES-samningnum og taldi hann ganga of langt, að ég sagði einhvern hann, þegar það komið, allir ég myndi ekki vakna alveg vel innan Evrópusambandsins sem utan. Þetta var á þeim tíma. Það er ekki núna svoleiðis. Núna er það þannig að með óarfiði að þetta verið gert. Og hugsaði reitt Gunnar Smári að við erum að tala um lýðræði. Og við skulum tala í því samhengi um ábyrg og óábyrg stjórnvöld. Það er alveg ljóst að þessar hreyfingar eru svona til helminga, einhvern veginn. Ég hef ekki alveg sans fyrir þessu. Mér finnst, ég hef nú yfirleitt alltaf haft gaman að því að spá fyrir úrslit kosninga. Ég er algjörlega blankur gagnvart þessari. Já, ég er bara að horfa síðustu skoðanakannari. Já, en það er alltaf svona einhvern gallar. Ég held að segja kannski í þessari viku og næstu, þar sem að stór hluti þeirra sem hafa ekki haft skýra afstöðu, munu taka afstöðu. Já, en ég held allavega, ef við bara lítum á þróun síðustu ára, hvernig svona afstæðan hefur verið. Þetta sé bara 50-50. Já, þá hefur það verið svolítið svolítið. Að það hefur verið minni hluti sem hefur verið tekið afstöðu og þar hefur þetta verið svona skipt. Er það rétt að taka ríki á svo veikum forsendum inn í gerbreytt umhverfi eins og hér erum að ræða, þegar búum við þá kosti sem að flestum finnst vera mjög góðir. Finnst að vera mjög góðir. Erum við að gera þjóðinni gott með þessu? Ég held ekki. Hér verður ægileg sundrung í tengslum við þetta, því að nota bene, þetta er ekki verið að svifta einn eða einu. Við erum með þetta rómaða fjórfrelsisins sem þú ert að dásanna lýðræðið, það sé gott fyrir okkur að hafa það og við höfum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef að það verður 50,3% sem segja já og 49,7% segja nei, hvað mun gerast? Þá munum þið fara í viðræður. En hvernig munu neyjararnir bregðast við því? Ég meina, það er bara úrslit, kosninga. Heldurðu það? Já. Heldur átökin mun ekki halda áfram eða sama hvernig niðurstaða? Já, menn munu halda áfram að rífast málið að sjálfsögðu meðan að þetta ferlir í gangi alveg eins og við gerðum síðast. Hvernig finnst ykkur ganga það að ræða þetta mál svona í samfélaginu? Talandi lýðræði, hvað eru við þroska lýðræði? Ég held að muni ganga betur og betur eftir því sem líður á. Það held ég að á endanum muni þetta radikalisera Íslands samfélag. Svona umræða og hún er til góð sko. Hún er ekki slæm, hún er bara fín en ég óttast þessa niðurstöðu en ég ætla bara að segja það að það sem að mér hefði fundist ábyrgt að segja við byggjum okkar niðurstöðu, við byggjum okkar ákvarðanir á auknum meirihluta 80%, 65% afgerandi, það er að vera afgerandi afstæða. Til þess að breyta? Já, til að breyta. En er þetta ekki að færa bara íhaldsöflunum bara neitunarvald? Að við þurfum til þess að breyta samfélaginu og þá þurfum við aukin meirihluta?
En til þess að viðhalda því óbreyttu? Nei, mér finnst það í þessu, mér finnst ekki að alhæfum það. Það í sömum tilvikum, jú, kannski, en öðrum tilvikum ekki. Við erum að meta það hverju sinni. Þetta það afgerandi ákvörðun sem er svo afdrifarík fyrir okkar land og okkar þjóðfélag til mjög langs tíma. Þar finnst mér óábyrgt að fara í þessa ferð nema með aukin meiri hluta á bakvið sig. Mér finnst það er mín skoðun. En hvernig kanntu við þig í þessari baráttu vera eiginlega í sama liði og útgerðar auðvaldið, Hannes Hólmsteinn og margir svona sem að þið þetta kannski hefðir ekki kannski spáð í endilega að þú myndir lenda í sæng með eins og sagtir? Ég er ekki samrekja þeim. Ég er ekki með þessum mönnum í neinni sæng. En ég horfi líka til annara sem eru á hinum kantinum. Þar hinn raunverulega elíta. Það valda elíta núna. Það þeir sem að stýra í Íslandi. Það er fjármálamenn. Það er stórríkt fólk í hinni hreyfingunni líka sem að þessa línur liggja ekki svona. En meiri hluti beggja fylkinga eru bara svo kallað venjulegt fólk. Já, akkurat. Ég með því. Ég þar. Ég stendi vinstri við þetta. Hefur þú tilfinningunni að það sé frekar svona betur setta elítan sem í jáinu en það sé svona alþýðamanna í neginu? Það kom fram í einhverju skoðanakonuna að það væri hinnir mjög svo ríku sem var í jáinu og þeir sem hefðu minnst og væri í jáinu sem að sjá fram á eins og Jesú standa með smæstu bræðurðinum. Ég kann að meta öðruvísi hvað fyrir bestu. En ég bara segja hvernig þetta þeir sem að telja að allt sé grænt komast inn í Evrópusambandið og hinir sem að sjá að þetta geta komið sínum fjármunum í brúk, það er þessi ríku sem að þarna eru. En þetta tala að ég standi með auðvaldinu. Það var mér að segja að ég skrifaði grein í Vísi daginn gegn auðvaldinu og svolítið í anda þess sem að einu sinni var talað kvótan heim. Og ég var þar með ágætum manni sem við fórum landið og vildum afnema framsalskerfi kvótans. Og það vil svo til að sá maður situr gegn mér hérna núna. Það var stoppað með því að það var samkomubann, þannig við gátum ekki haldið áfram. Nei, hvað var gert þá? Þá var stofnuð samstöð og það var fyrst sendt út á YouTube og svo var búin til heil sjónvarpsstöð kringum það sem ég hef alltaf bundið mikla vonir við og þykir væntum. En ég bara segja að ég stend ekki með einhverju auðvaldi, hvorki sjávar til sjávar eða lands, það ger ég ekki. Ég stend með almenningi í landinu, ég reyndi að stilla mér þar upp öllum stundum og alltaf og ekki með neinum auðvaldsöflum. En það segja akkur ég held að þessi undarlega samkrullir í fyrsta lagi áður en vika því þá ætla ég að segja að þegar ég að horfa til málsvarana hinum megin við tökum bara, það var ágætt viðtal við Kristrúnu Frostadóttur í sjónvarpsþætti. Já, með mjög fínt viðtal við Gauta Bjeggesson í gerð. Já, það er nefnilega það. Já, hann segist aldrei hafa verið sammála mér eitt einasta máls að lasa einhverstaðar á bloggi. Allt í lagi, það má vera það er bara í góðu lagi. Nema hún að tala þar við Alistair Campbell. Já. Og segir að hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum af bók sem hann hafi skrifað, Witness held ég hún hafi heitið eitthvað slikt, miklum áhrifum. Menn vita hver þessi maður er. Já, hann var spunameistari Tony Blairs og einn aðal höfundur af New Labour. Já, og bara Íraksstríðinu líka. Já. Þetta er alveg stór hættulegu maður. Já, og réttlæti það. Þegar við erum að tala elítur og við erum að tala fjármagn og svo framvegis, við skulum bara horfa inn í Viðreisn. Við skulum bara horfa inn í Samfylkinguna og alveg óþarf að reyna að dengja mér í einhverja spyrðu með auðvaldsmönnum. Ég er ekki þar. Ég hef alla tíð verið málsvari þess að stuðlað jöfnuði í samfélaginu og taka völd úr höndum þessara manna. Hvaða tilfinningu hefur þið fyrir? Má ég skýra þetta? Hvað ég held að hafi gerst og hvers vegna þessar fylkingar eru svona. Ef við tökum Evrópu hér og Ameríku hér. Ameríka setti allt á markað. Og setti síðan regulasjón, setti síðan lög eða regluverk yfir markaðinn, þú mátt ekki taka nema þetta hagnað út úr vatnsveitunum og svona regluverk.
Evrópa stóð almannavaktina með eignarhaldi. Við eigum Gvendabrunna, við eigum Landsvirkjun og svona var þetta líka í Evrópu. Evrópa fór síðan að feta sig í áttina til Bandaríkjanna og markaðsvæði allt. Og það var krafan frá fjármagninu, fjármagnsöflunum, markaðsvæðið allt, setið á markað og þá náum við í það. Þá fara menn að segja í Evrópusambandinu líka, sem gerir svo kannanir, setja regluverk. Það líkar íhaldun illa. Það líkar markaðsöflunum illa og margir markaðsmenn hér, hægri menn hér, þeim óar við Evrópusambandinu vegna regulasjónar, vegna vaxandi regluvæðingar og þarna mætumst við menn eins og ég sem vil tryggja almannahaga með eignarhaldi og hinnir sem eru bara móti regluverki og neytendasamtök segja, sjáðu hvað fín neytendavernd í Evrópu. Sko, neytendavernd og aðhald mun aldrei ráða við markað. Ef þú hleypir markaðsöflunum lætur það fá allt, þá eru þið búin að éta allt. Og þegar menn að tala það að halda eignum þjóðar, að það sé ekki í Evrópu sáttmálanum sem að kveði á að þú þurfa að afhenda eignirina, þjóðareignir, það er rétt. Þú nærðum á annan hátt. Það þýðir ekki að horfa bara á eignarhald, þú eru að horfa á hver setur lögin, hver setur regluverkið, hver hefur eftirlitið, hver dæmir hvað er rétt og rangt. Þarna hafa verið allt í sinni hendi. En að mörguleiti erum við komin undir svona reglur í gegnum EES. Já. Þeir eru að skipta sér að því að brjóta upp orkufyrirtækin okkar sem voru í samfélagslegri eigu, algjöru tilgangsleysi og vitleysu. Alveg rétt. Þessna hef ég verið gagnrýninn á það. Alveg rétt. En við hefum ekki ganga lengra. En ég var nú bara að spyrja þig samvistir þínar auðvaldinu, af því að það er bara í umræðunni. Jú. En það er náttúrulega, mann getur komist að sömu niðurstöðu með ólíkum forsöndum. Ég get búið netur og þú segist þetta ofnæmi, en Pétur segist bara vera sattur. Já. En þeir eru hvoru netur, en þeir eru vel ekkert skilt. Nei, ég er bara að benda á og einhvern veginn passar þetta dæmi því að ég heldur sett með svolítið ofnæmi fyrir Evrópusambandinu. Ég er með ofnæmi fyrir auðvaldsöflum, ég er með ofnæmi fyrir peningaöflunum og það er númer 1 hjá mér. Ég er með ofnæmi yfir markaðshyggju og auðvaldi. Og vegna þess að Evrópusambandið þjónar þessum öflum, þessum er ég móti því. Ég var ekki á móti hugsun Evrópusambandsins hér fyrir 40 árum. Það var allt annar handleikur. En myndir ekki vilja taka þátt í svona upprisu alþjóðunar í Evrópu sem að myndi aftur ná tökum Evrópusambandinu þannig að það myndi þjóna almenningin ekki? Ég held að þú myndir gera henni miklu meiri greiða með því að stilla þér upp hér. Stilla þér upp hér, svona óháð þessum öflum sem vilja loka á þau munnunum og taka þau bankakortið, óháð því þá stöndum við upp hér og köllum út í heim, allan heim, ekki litla heim Evrópu, allan heim. Hvaða tilfinningu hefur fyrir úrslitunum? Það er nú bara rúmar 2 vikur þangað til. Ég hef ekki hugmynd um það. Nei, ekki. En ég bara segi, ég bara vona að Íslendingar beri gæfu til þess að segja nei. Látu þá kveðju vera að loka orðin, Ögmundur, gaman að fá þig kannski fæ ég þið aftur áður en að kosningarnar verða. Takk. En við ætlum að halda þið áfram með Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Já, við höldum áfram með Evrópumálin. Íslandsbanki spáir nú að peningastefnunefnd Seðlabankans muni enn á ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir slétta viku 19. ágúst næstkomandi. Það er á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin? Þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegið þyngra en kólnun í hagkerfinu. Og stundu finnst manni þetta bara sagan endalausa. Hann er komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, prófessor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkomin. Takk fyrir. Sko, þegar þú heyrir mig lesa þessa spá Íslandsbanka stýrivaxtahækkun í næstu viku,
Líður þér eins og mér að óbreyttu þá þetta bara einhvern veginn, þetta stjórnlaust, við náum aldrei að koma böndum? Já, ég tek undir það. Og ein mikilvæg rök fyrir inngöngu í Evrópusambandið snúast upptöku evrunnar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst, þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það að taka viðræðurnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar, en fyrir mér málið mjög einfalt. Og það bara þetta, að mér fannst sjálfsagt, þótt ég var ekki fæddur þá, að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins bara vegna þess að þegar svo háttar til, að þá ekkert vit í því að fara að reikna út kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki. Þarna finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdánason sagnfræðingur í vikunni. Já, ég tók eftir því. Og eins ég var ekki fæddur þá heldur, hefði ég verið hlynntur inngöngu Íslands í NATO 1949, bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna, Norðmenn og Danir og Frakkar og Þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð aftur. Og það eru semst af pólitískum, félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt hvað kostar okkur verið NATO? Hver eru kostandi, hver eru gallarnir? Setja þau upp í Excel? Nei. Og ég lít eftir sömu augum, og ég var komin undir 20 þegar við gengum þangað. Mér orðið sjálfsagt að ganga þangað inn og mér orðið sjálfsagt að gerast aðili að EES samningnum og þá var ég orðin hálffertugur hálffimmtugur. Og ég lít Evrópusambandið sömu augum. Þetta friðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag. Þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir. Og þess vegna finnst mér ekki nauðsynlegt að kíkja í pakkan. Mér finnst mjög ólíklegt ef að já-hliðin vinnur 29. ágúst að út úr lokasamningum komi samningur sem ég geti ekki fellt mig við. Og ástæðan svo að ég treysti íslenskum samningamönnum. Það mikil reynsla og þekking til í stjórnsýslunni og utan hennar sem getur haldið þétt utan hagsmuni Íslands. En það líka komin upp ný staða sem þessi að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Og það stafar ekki af efnahags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það komin upp alveg ný staða í Evrópu þegar að Rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur. Og þá þurfum við að þétta raðirnar. Ekki síst vegna þess að Bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn á þeir voru áður undir núverandi forystu. Þeir hafa jafnvel haft í hótunum að draga sig undan leiðtogahlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO. Og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð. Við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur, án tillits til Bandaríkjanna og þetta knýr á það að Evrópusambandið rækir hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjórn virðist ætla að skilja eftir sig, með því að efla varnir sínar. Og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar í norðvesturhorni
Evrópu. Og á þessu ríkur skilningur meðal allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás Rússa í Úkraínu. Og þarna sem það dauða færi fyrir Ísland. Við erum þegar nú 70% aðilar að Evrópusambandinu en við stöndum utan þess og höfum engin áhrif bein á það sem þar gerist og eins og fyndinn maður sagði sko ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko sælla að gefa en þiggja og ef ég fengi að sjá sannfærendur rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira heldur en það myndi færa okkur að ganga þannig inn, ég væri samt hlindur því að ég myndi skilja það sjóna með annara á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnahagslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu, þá er skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur. En hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir. Og þá er ég ekki bara að tala efnahagsmálin, það er að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunar því hún er ekki til, hún bara lendur undir gleri á þjóðminjasafninu ef evran verður tekin upp. Nei, taktu þetta frá hagfræðingi, efnahagslið málsins er ekki aðalatriðið í mínum huga þótt að það sé mikilvægt. Aðalatriðið er pólitískt eins og landin liggur núna. Evrópa er í hættu, henni stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri, heldur líka úr vestri úr því að Bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland er okkar næsti nágranni. Bandaríkjamenn væru vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland. En þetta eru rök sumra nei-istana sem þú nefnir núna vegna þess að komi ógn bæði úr austri og vestri, þá eigum við ekki að fara það. Já, það er bara fráleit röksemd í mínum huga. Þeir sem að gagnrýna Evrópusambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás Rússa, hvað myndu þeir segja? Ef þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmur sem NATO-þjóðir hingað heim með öðrum til þess að verja okkur. Myndu þeir gagnrýna Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðarbröld? Nei, auðvitað ekki. Bara við lifum í stór hættulugum heimi. Þetta er mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki Kúbudeilunni og við verðum að bregðast við því. Og ég trúi því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta. Við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd alveg frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar. Við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru á undan nasistum í stríðinu og við sömdum við Bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vöruðum við því þegar Bandaríkjamenn dróðu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem annað tveggja lýðræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðildinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur, helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa, að þá hljóta sjónir okkar að bætast að beinast á þeimmun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess er að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2009-13 og að ljúka málinu. Ekki bara það, leiði mér að bæta einu við. Sko, stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis, opinskátt,
haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerir það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær á kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn, gegn vilja kjósenda eins og hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma en ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosningar fara fram í síðasta lagi 2028. Og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar. Ég vil nefna dagsetninguna. Ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalag eins og Evrópusambandið með þeirri fullveldis skerðingu sem því felgir. Fullveldis skerðingar er svo rangt orð. Við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum, bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru, sko. Þannig að það er ekki meira mál heldur en svo. Og ef þessi tímatabla er virt, að þá getur ástandi hér gerbreyst til batnaðar bara innan að það getur 3 ára. En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefur þú sleppt þessu skrefi núna að hefur bara farið beint í að leita samningi? Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun Alþingis að hefja samninga við Evrópusambandið aðild 2009 og Alþingi hefur aldrei aftur kallað hana, þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref. En á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannessonar lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerð tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir Stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta voru þau ár, við maður tala 60 ára aftur í tíman eða 65, þegar að Evrópusambandið var svona í deglunni, engum datt í hug að Ísland gengi inn, en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrsti auka aðilinn að sambandinu og það var svo lítil umræða þetta hér heima, meðal annars að frumkvæði Bjarnar Braga Jónssonar hagfræðings sem birti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þór Gíslason, faðir minn, var einnig aðili að þessu og Ólafur Jóhannesson. Nema það gerist á 100 ára afmæli Þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá. Þetta er 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskuðrung á þess að nefnan, það var Winston Churchill, þar sem hann hafði sagt einhvers staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar er að deila því með öðrum. Og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakanir landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars, ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, þannig að Morgunblaðið lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn. Og hvernig varðist Gylfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldishlið Evrópumálana heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson
Jóhannesson, nágranni okkar, sem var þá varaformaður Framsóknarflokksins og síðan formaður flokksins og forsætisráðherra, afburða maður. Og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi, að ég vissi að við vorum að fara að hittast, og greinin gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfið blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í öll alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök Sameinuðu þjóðanna, hvort sem það var Alþjóðabankin eða Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu. Það voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í. Og það var fullur skilningur á því, eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni, að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum. Það eru til dæmis samþykktir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem varða gjaldeyrishöft og svoleiðis, sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert athugasemdir við. Ég tala nú ekki aðildina NATO, sem felur í sér fullveldisdeilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðst á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og það sem að 5. greinin segir alveg skýrt, árás á eitt aðildarríki árás á þau öll. Og við erum til dæmis eitt af þeim ríkjum, það er við 2/3 hluta Sameinuðu þjóðanna, sem eru aðilar að alþjóðaglæpadómstólnum í Haag. Og næstum öll Evrópulöndin eru það. En það eru nokkur ríki sem eru það ekki. 70 af 193 ríkjum Sameinuðu þjóðanna. Og í þessum hópi eru Bandaríkin, Kína, Rússland og fleiri. Og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútín, Rússlandsforseti, eftirlýstur stríðsglæpamaður. Rússar drógu tilbaka óstaðfesta undirskrift sína undir samningin Alþjóðaglæpadómstólinn. Hvenær? 2016. Þegar þeir voru undirbúa fullnaðar innrás inn í Úkraínu. En þeir hafa kannski ekki áttað sig á því að Pútín samt sem áður núna eftirlýstur stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína aðili að stríðsglæpadómstólnum og ef land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem aðili að dómstólnum að þá hægt að lögsækja og draga fyrir dóminn þann sem framdi stríðsglæpina. Og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti ekki eftirlýstur stríðsglæpamaður í Haag eins og kollegi hans í Rússlandi. Ástæðan sú að fórnarlambi Íran ekki heldur aðili að stríðsglæpadómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin. Þar sem ef Íranar hefði haft vitað því eins og Úkraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sætu þeir núna hlið við hlið á sakamanna bekk í Haag vonandi ef það var hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjanna. En þetta var útúrdúr, aðalatriðið það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum. Sjáðu. Og við höfum bara lent upp á kant við svona samtök sem Alþjóða hvalveiðiráðið og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafi á röngu að standa en það aukaatriði í þessu stóra samhengi. Og þegar þessi saga skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara í fullu samræmi við alla utanríkismálasögu Íslands frá lokum heimsstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði í Brussel. Og ef svo fer eins og ég á frekar von á 29. ágúst að þá vona ég bara að ríkisstjórnin hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs.
Sko, þetta stál í stál og nánast 2 hnífjafnar fylkingar núna meðan við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneiðmyndir, minni skref í þessu. Þar sem að þú ert prófessor í fyrrverandi, eða prófessor emeritus. Einu sinni prófessor, ávallt prófessor. Einu sinni prófessor, ávallt prófessor í hagfræði. Yes. Þá sko klassískt rifrildi á Facebook síðum vinum minna núna, sem eru enn að velta því fyrir sér, hvort eigi að segja já eða nei. Hvað sé satt og logið með íslensku krónuna. Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði þá ætla ég núna að spyrja þig sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hrunsins og það sé þessi sveigjanleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira án hennar og svo framvegis. Aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti, þá segir náttúrulega sjálft að þar hefur gjaldmiðil mjög mikið að segja. Ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út frá þínu bæði þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eiga mikinn rétt á sér. En við þá sem að þakka krónunni það, hvernig okkur tókst að ná áttum eftir fjármálahrunið 2008, að þá vil ég bara benda á það að evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi, þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og evrópska myntsamstarfinu evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem að stöndum utan við. Og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju. Þvert á móti þá sendir blýfast gengi sem ígildi þess að taka evruna, mjög skýr skilaboð til dæmis inn á vinnumarkaðinn. Þá verður ekki lengur hægt að semja himinn háar kauphækkanir í þeirri von og vissu að ríkið muni bara fella gengið þá til þess að jafna metin ef kauphækkunin eru mikil. Og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaðsskipulag eins og við og þegar að austurríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austurríski sílingurinn var ekki lengur til heldur evra þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisskráringuna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurrískum vinnumarkaði og ég vona að þið sama og ég treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur að svipað muni gerast hér. Hefurðu reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónuhagkerfi? Nei, en hann verulegur og ég hef séð svona tölur frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það, en bara kostnaðurinn verulegur. Sjáðu, það náttúrulega óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðir að sína í erlendum banka. Það bara leiða þeir og gefum íslenska krónur og beður að fá að skipta þeim yfir í pund eða evrur. Og þannig viljum við ekki vera. Við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu. En þar að ekki skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmis sést á því að stóru fyrirtækin í landinu
að þau sko gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausafé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengið stjórnvöldu til þess að fella bara eftir þeirra smag og behag. Það er ótrúlega hræsni. Já, þetta var þenni í gamla daga, það var þetta fella gengi með einu símtali bara frá útvarpsmönnum í stjórnarráði og stjórnarráði hringdi í Seðlabankann og gengið var fellt. Og það eimir enn eftir af þessu. Það eimir enn eftir af þessu og þessu þurfum við að breyta. En svo rýmist sér aðrir sko fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við sko erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði. Við höfum fáa banka sem að rýja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklum vaxtamun, miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkast í öðrum löndum, sem kemur ekki óvart, því að Ísland er bókstaflega eina landið í allri Evrópu, þar sem að innlendri bankar þurfa ekki að keppa við erlendabanka og þetta stafar ekki bara af fámenni, heldur einnig að því að erlendir bankar hafa, þeim þetta ekki eins og huga veltaði fyrir sér að koma hingað út af krónunni. En ef það gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með, að þá myndi afstæðan til að þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast, en það held ég að þeir myndi sjá sér hag í því, þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendri bankar eru auðveld fórnarlömb í viðskiptum við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántakendur í bönkunum, hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki myndi hafa af þessu, að hann er mikill. Ég kann ekki tölum það, en hann er verulegur og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningun eftir samtölu menn að bankaelítan, bankastjórarnir, þeir ættu allir að segja nei. Því að þeir sjá að það er ógn við þeirra hagsmuni, við þeirra fáveldi hér á íslensku fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendrar samkeppni við innlendar fjármálastofnanir. Og að því að frakkar segja að við sem búin að framleiða nóga verkfræðingum í bili, við þurfum að búa til fleiri skáld vegna þess að ímyndunaraflið, það að ímynda okkur hluti fram í tíman, góða hluti sé öllu öðru mikilvægara. Þá er gaman í þessu samhengi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði, þá er ekki nokkur leið að spá fyrir það hvort sama yrði upp á teningnum eftir aðild og með evru. Kannski yrði áhugi þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það er ekki nokkur leið að eins og maður heyrir svo marga halda fram nei, þeir hafa ekki sýnt Íslandi áhuga, þeir mun ekki sýna Íslandi áhuga. En ég samasýnist, en Halldór Guðmundsson rithöfundur lýsti þessu prýðilega í samtali við þig einmitt bara í gær. Sko, hvers konar menningarsókn gæti leitt af enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls. Sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár, sko hún dýr ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson prófessor sagði í samtali við þig daginn, það var mjög hyggilega mælt. Hann sagði að fullveldisskerðingin, ef það er þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínu með öðrum, og hún minnkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum. En þeir sem tala eins og þú, þeir fá svolítið á sig stempilinn að þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kimum umræðunar. Finnst þeir umræðan ekki hún veldur mér vonbrigðum. Ég hélt við erum komin lengra. Hvað finnst þér? Mér finnst þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neihliðarinnar bera á borð, vera fyrir neðan allar hellur. Ég verð ekki var við neina slíka upplýsingaóreiðu og ensíðu þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáhliðinni
og ég bara treysti íslenskum kjósendum vel til þess að sjá munin á þessu og það er þess vegna sem ég geri mér vonir að já-hliðin hafi betur. Já. Sko, ef að ræða aðeins spillingu í lokin, af því að þú hefur nú mikið skrifað hana og fjallað hana og rannsakað hana og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu. Rétt. Og allstaðar spilling. Ef út í það færi, það sem vald, þar verður einhver spilling. Já. En það sé bara illskárra fyrir Íslendinga að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi. Já. Við sjáum í sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og eru að semja, eru að búast til að semja við Evrópusambandið aðild, að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir. Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér. Og svo rassía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér. Af því að þeir gátu ekki gert grein fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar við villunar hjá sér og svo komið ljós að þeir botnuðu fólki uppnið niður í grundvallaratriðum í lögfræði. Og fyrir ekki að þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í Hæstarétti frekar að láta Sjálfstæðisflokkinn raða þar inn sínum mönnum, hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem að þurfti til þess að bara í rauninni ráða hvaða niðurstöðu sem var. En alveg eins og ég á vonað því að flestir bankastjórar muni segja nei, þá ég vonað því að margir dómarar muni segja nei, af því að þeir skynja hættuna á þessu. Það er svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðeldarlönd á Evrópusambandinu að takast á við þessa anga spillingarinnar hér heima. Hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna. En auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug, ekki frekar en til dæmis Bandaríkin. Hugsaðu til dæmis það að Svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012. Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið, þeim þessu höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu. Er það vegna þess að þeim margra aldar hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. En svo önnur ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpamenn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl, að hún ekki eins trygg. Ef Svisslendingar sitja við sama borð og Frakkar og Þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu, því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum hringinn í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu. Og sjáðu þegar að þessar umræður fara fram, þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að híma hérna upp á Hofsjökli og fylgjast með og fjarska. Við eigum að sitja við borðið og við eigum að fá að rétta upp hönd og segja hvað okkur finnst bankalendina í Sviss. Og hver er munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu fræntigli hér og útdeilingu til útvalinna og hérna bara fíkniefna ring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþjóðlegu valdi. Þetta eru sko þessi angi til dæmis hérna, þetta sem við erum að ræða núna. Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá. Mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar. Það er eins og það sé lítið þær fjallað. Er það fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því? Ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér er ofarlega í huga er það að ef við verðum þarna 100% aðilar í staðinn fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókninga klukka 6 á morgni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess. Og við erum svo skaðbrend af bankaeftirliti sem var hannað til þess að standa sig ekki fram að hruni og bankaeftirliti er veikt ennþá. Það er ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og enginn sem morgundagurinn og þannig að aðgangur að
greiðari aðgangur að Evrópsku bankaeftirliti einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég líti yfir sviðið eins og það leggur sig. Svona í lokinu því þú nefndir áðan að það náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværar athugasemdir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðuflokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komi þeim ekkert við síðar. Já. Að sko, það var haft, hún misti það út úr sér, hún Sigríður Andersen í spjalli á RÚV. Þið látið bara eins og þjóðin eigi að ráða þess. Já, ég tók þessu. Heyrðu það? Já, sástu það? Já. Sko, þarna hundurinn svolítið grafinn. Já, og ég get nefnt annan dæmi hæstaréttardómara, vísu fyrrverandi en á fullum launum og hann hélt þessa fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefði annarkvæmt ekki lesið ekki skilið. Sko grundvallar plagg Íslands málið sem ritgerð Ólafs Jónassonar frá 1962. Og svona fáfræði og vittleysa vaði uppi hér í sjálfum Hæstarétti. Það er náttúrulega næri engri átt og aðstaða okkar til þess að laga þetta eins og svo margt annað. Hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndu aldrei láta bjóða sér annað eins og til dæmis bara Danir, Normenn og Svíar og Finnar og þess vegna held ég líka að Normenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið. Lokaspurning, Þorvaldur Gylfason, inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar. Hvað hefur það að segja? Mér finnst það að vera lítilmótlegt. Fyrrum forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæm deilumál eins og hann hefur gert. Og mér finnst það bara eiginlega afhjúpa veikleika neyðliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram. Ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn hreyfingarinnar. Þetta eru þekktir erindrekar íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sýna sér sjálfir en hundarnir sem hafa verið í þjónustu þeirra, þeir siga sér sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnist mér að myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í Sjálfstæðishúsinu í fyrradag. Og mér finnst Íslandi lítill sómi sýndur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár skuli taka fullan þátt í þessu. Einhver sagði þvílík endalok. Já. Á hans ferli. Já. Ég skil það sjóna mig vel. Já. Hefur kæra þekkir, Þorvaldur. Takk fyrir mig. Það var gaman að spjalla við þig. Takk. Við ætlum að halda áfram en skipta takt. Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki. Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann geðlæknir. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Komið sæl blessuð. Við Ólafur Ævarsson geðlæknir ætlum að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið fyrr á þessu ári og ræða við ykkur geðheilsu og geðveiki. Vertu velkomin, Ólafur. Takk fyrir. Hvernig nennir þessu að koma hér aftur að rauða borðinu og spjalla við með geðveiki? Já, ég hef náttúrulega mjög gaman að fræðunum. Þetta mjög áhugaverð fræði og ég eins og þú, ég hef áhuga á mannfólkinu. Já. En mér finnst einhvern veginn líka, mér beri skylda til þess að svona þekking nýtist og það hefur mjög mikið náðst í fræðslu og við erum búin að útrýma eða minnka fordóma mjög mikið og nú finnst mér áhugavert að hugsa, já og hvað svo? Hvað getur við gert svo? Já. Og
og ef efni þáttanins samfélagið og geðheilsuna, þá er það mjög gott og ég nenni alveg að tala þetta því þetta mjög mikilvægt fyrir okkur öll og mér finnst kannski með þáttunum vona ég að við gerum mesta gagnið að vekja umtal og umhugsun og maður getur sagt að geðheilsan hún ekki mitt engamál. Það er sterkara með geðheilsuna heldur en líkamlegu heilsuna. Það skiptir samfélagi allt máli að við séum með góða geðheilsu. Og það þetta samspil sem að mér langaði svo til að við getum rætt í dag milli einstaklingsins og samfélagsins. Það engar einstefnur þarna. Það hefur áhrif á samfélagi hvort að einstaklingarnir eru með góða geðheilsu og samfélagið hefur mjög mikil áhrif á geðheilsu hvers einstaklings. Þetta mjög áhugavert. Já. Ég sá því til dæmis bara í opinberu umræðu daginn á Facebook held ég hafi verið ræða geðheilsu í tengslum við bara skuldir almennings. Sá sem alltaf býr við ofur vaxtastig og veit það að mjög stór hluti af laununum fer bara í vexti en ekki í steinþeypuna þegar hann að greiða húsnæðislánið. Þetta bara hluti af geðheilsu. Það það og ef maður brýtur það aðeins niður að þá það þetta að vita af álæginu og þurfa að vinna mikið og það svo sem ekki nýtt fyrir okkur Íslendinga og svo hitt annað atriði það öryggið svo mikilvægt fyrir okkur og frelsi til að velja og velja þá hvernig húsnæði við förum í eða velja hvað við gerum annað. Þannig að það svo margir þættir sem hafa áhuga hvernig okkur líður og þá getur haft bein áhrif á geðheilsuna. Ég hugsa að það sé alveg hægt að fullyrða það að vaxtastig það einn af áhrifameiri þáttum á hvernig okkur líður og á geðheilsuna. Þetta mjög áhugavert. Já, og þá líka áhugavert að hugsa það út frá forvörnum og út frá hverjir hafa vald til að breyta þessu hafa áhrif á þetta. Já. Og þetta líka áhugavert bara út frá pólitík, þeir sem að taka ákvarðanir hátt vaxtastig. Þeir átta sig kannski ekki á því hverjar afleiðingar þess eru á veikari herðar. Já, ég býst nú við að fólk átti sig á því en svo þetta hvernig getur maður haft áhrif á það, hvernig það gert og ég vil gjarna skilja pólitíkana þannig að hún sé löngun til að mynda stefnu að bæta mannlífið hjá okkur og svo eru skoðanir ólíkar og þá tekist á og það lýðræðið en þegar það svona flóknir hlutir í gangi þá við getum settið á fundi með ráðamönnum þjóðarinnar sem væru sammála það að lækka stýrivexti og lækka lánavexti. Kannski ætti einn geðlæknir að vera í stýrivaxtanefnd Seðlabankans. Já, það margt vitlaust þannig það, en svo þetta hvernig þetta gert. En mér finnst gott út frá hugmyndinum forvarnir og hvernig við bætum mannlífið og hvernig við verndum geðheilsuna, hvernig við styrkjum geðheilsuna. Að við hugsum fleira heldur en bara það þarf að greina þennan mann og væntanlega gefa honum þá meðferð eða þetta bara þarf að fá greiningu og svo stöðning að við hugsum þetta aðeins víðar að minnst í dag þegar við erum að tala það og viljum vekja fólk til umhugsunar að það séu aðrir þættir sem skipta máli hvernig þú stýrir fyrirtæki það sem eru 100 manns hvernig þú tekur fundi á ríkisstjórn, tekur ákvarðan á ríkisstjórnarfundi, hugsa þetta þannig, þannig að þarna líka tækifæri til forvarna. Forvarnirnar held ég að séu litlum mæli eða ákvarðanir þær inn í heilbrigðiskerfinu, þær liggja á svona borðum. Og þá algjört lykilatriði að það sé búið að draga umræðina og fyrirbærið út úr skúmaskotunum, eins og við höfum náttúrulega verið að gera. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég held að það sé mjög mikilvægt og ræða þetta svona opinskátt. Og við höfum farið þá leið, svona kannski fyrir ykkur sem eru að koma ný að þessari þáttaröð. Það eru sennilega sum ykkar sem eru að sjá okkur Ólaf hér í fyrsta skipti, margir nýir áskrifendur síðustu vikur. Að við höfum sem sagt farið þá leið að reyna bæði að fjalla þetta á almennum og eins og í dag samfélagslegum nótum, en líka persónulegum og höfum í rauninni báðir lagt fram í þeim efnum og munum halda því áfram.
En Ólafur, sko, þú sagðir áðan að þér finnst það skylda þín að gefa það tilbaka sem að þú hefðir öðlast, það náttúrulega styttist í starfslok hjá þér sem ég álykta að leiði til þess að þú ert enn frjálsari að því að ræða tæpitungulaust það sem þú vilt ræða. En sko, ertu þá bara að borga tilbaka námslánin sem ríkið veitti þér þegar þú fórst í læknisfræði eða hvað ertu að hugsa? Já, á mörgu leyti. Það já, mér finnst það, ég þá læknir og fræðimaður og vísindamaður og vinn samkvæmt lögmælum náttúru vísindana. Já. Og það náttúrulega hlutverk þeirra sem að leggja á sig að mennta sig og stundar rannsóknir og skilja hlutina betur að meila því. Annars verði það lítils virði. En ég svolítið upptekinn af því og þú mátt stríða mér og segja þessi barnalegt að ég bara venlegur strákur að norðan eins og þú og ég þá fyrsta barn að 3 hjá ungri fjölskyldu sem hafði ekki mikil fjárráð og fólk sem vann bara venlega vinnu voru afkomendur eins og oft hjá okkur Íslendingum í sögunni fólksins sem flutti á mölina og á Akureyri þarna svona ákveðin uppgangstíma og mikill metnaður í menntamálum. Þannig að þessi strákur sem bara svona meðalvegifinn, hann fær það tækifæri að mennta sig og fari gegnum háskóla og ljúka doktorsprófi og vinna við þetta merkilega starf sem langt svo enn Og námslánin eru eitt en tækifærið og stemmingi fyrir norðan var líka mikilvægt. Að það skyldi vera hægt. Og þetta náttúrulega ótrúlega dýrmætt fyrir mig og vonandi fyrir einhverja sem hafa komið til mín og þannig að ég náttúrulega í stóri skuld þarna. Já. Við höfum reynt að hérna, sko, eins og ég sem að stríti við mikla geðveiki upp úr 20. Ég verð alltaf svona svolítið auðmjúkur í þessum þáttum vegna þess að það rifjast upp mínar dimmustu stundir og þá man ég að ég þá langt í oflætið þá man ég að ég get að mér liggur við að segja á einu augabragði þá get ég lent í því að missa mig yfir í einhverja veröld sem að ég annars þarf ekki að hérna, eiga við og það svona sátótt sem að ég vona við náum áfram að halda hérna við rauðaborðið það að sko þykjast aldrei vita neitt sem við vitum ekki og einhvern veginn vera bara óhrættir að opinbera sjálfa okkur vegna þess að það sem ég hef fengið mest út úr þessum þáttum, til dæmis í sumarfríinu núna, ég fór víða Ísland og svona hitti marga, það eru viðbröð almennings þarna úti og það eru hvað margir sko hafa verið eins og ég, opaslega feimnir við að ræða svona einhver geðveikiskafla en vald eflast núna með því að þú ert svo hérna rausnarlegur að koma hér og setjast með mér og svo svona bruggu við hennan segið saman. Já, en það er tvennt sem ég hugsa þegar þú segir þetta, því að þetta er mjög mikilvægt og það er hluti af úrvinnslunni. Hvort sem að það er einhvers konar eigin meðferð eða maður í einhverjum viðtölum að koma aftur að málinu og fara í gegnum viðkvæmnina og styrkjast. Það er svona partur af úrvinnslunni að geta farið á þennan stað sem þú varst að lýsa. Þannig að það er þó að það sé stundum talað það að það sé sársaukafullt árað samt hlut af úrvinnslunni og ég hef oft á tilfinninguna að það sé bara þannig að við tökum þyngstu áföllin hægt og rólega gegnum alla ævina og afgreiðum þau í þeim takti sem við þroskumst. Þess vegna þessi endurtekning dýrmætt. En svo finnst mér líka ef okkur tekst vel til í dag að ræðum þetta samspil milli einstaklingsins og samfélagsins að ég held að það hjálpi líka til þess að auka skilning og þá draga úr því sem stundum gerist einhvers konar skammar tilfinningu gagnvart þessu geðræna sem ennþá eimir svolítið eftir. Þú skammast þín ekki fyrir krabbameinið en þú skammast þín fyrir hugsanlega þunglindið eða kvíðan eða jafnvel Alzheimer-sjúkdóma og svoleiðis sjúkdóma. Og ég var að hugsa þetta síðast bara í gærkvöld áður en ég sofnaði, sko, ef þú brýtur bein, þá ertu ólíklegur til þess að flytja skammaræðu yfir sjálfum þér, að þú hafir ekki borðað meira kalk. Og það er ólíklegt að samfélagið muni hérna
allir fara að pískra býtu, hann fótbrotnaði, akkur er hann ekki duglegir að borða meira kalk, akkur hugsa hann ekki betur beinin sín, hann hefði kannski ekkit brotnaði, hann hefði huga betur að því að styrkja beinin sín með einhverjum efnum, en sá sem missi geðheilsuna, hvort sem það er tímabundið eða varanlegt, hann fer strax í þessa ásök. Ég held ekki erist oft. Og jafnvel samfélagi líka. Já. En þetta er eitt af því sem að breytast og við þurfum að taka það förstum tökum og hvernig við vinnum það áfram. Það er orðið viðurkenndara til dæmis að fá þunglindi. Já. Það er ekki litið á sem aumingjaskap. Nei. Það er orðið viðurkenndara að bogna vegna álagsins. Já. Eitt atriði viðbót sem að geti vel passa inn í þessa umræðu, það er þetta að það er líkami og sál er ein heild og það er kannski svona andlegur eða geðrænt þáttur í öllum veikindum. Alveg eins og þú getur veikst af einhverjum alvarlegum sjúkdóm en það virðist ekki taka mikið á þig andlega. Svo einhver annar sem verður minna veikur en verður mjög veikur andlega. Finnum ekki fyrir, þetta er svona samspil. Og þetta getur haft þýðingu svona þessa samfélagssjúkdóma. Þetta er kallað á enskunni psychosocial disorders, það er að segja einhvers konar sjúkdómar þar sem að samfélagsgerðin og aðstæðunar, hvað sem eru vextir eitthvað annað spila inn í. Já. Og ég get tekið eitt dæmi sem ég er bara mjög lítið inn í, en heyrði í fréttunum unga menn á Suðurnesjum sem eru lengur en aðrar jafna sig af COVID. Já. Og ef maður hugsaður þetta, það sé alltaf andlegu þáttur í veikindum. Já. Og ég get leyft mér að taka þetta dæmi og tala svolítið fjálslega með þess að ég er ekki inn í því. Já. Að þá finnst mér mjög ólíklegt að heila þessara ungu manna sé eitthvað öðruvísi en þeim á Dalvík og mér finnst mjög ólíklegt að veiran hafi verið eitthvað öflugri þarna á Suðurnesjum. Þannig að það er einhver andlegu þáttur sem spilar inn í, það er eitthvað með aðstæðunar og við heyrum að þetta eru menn sem hafa ekki verið búinir að fóta sig alveg í samfélaginu og er að koma utanfrá sumir. Þannig að þetta er svona dæmi það hvernig þessi þættir veikindi og aðstæður spila saman. Af því að tala Suðurnes, tókstu eftir fréttamálinu í sumar þar sem að lögreglan beitti rafbyssu og kveikti í manni sem hafði hellt yfir sig eldfimi vökva. Já. Var þetta ekki svolítið eins og að vera skotið aftur í tíman? Við viljum ekki sjá þetta árið 2026. Nei, það því við erum að tala fordóma, sko, að þá sér maður ofta að þeir sem eru með afbrigðilega hegðun, þeir geta, sem ættu í raun og veru að fá meðferð, þeir geta mætt bara hörku og einhverju öðru en er heppilegt. Það er ennumlega svo mikilvægt að greina á milli. Já. Hver er gangster eða þjófur eða glæpamaður eða bara skítall, svo við tölum íslensku, og hverjir eru geðveikir. Og lögreglan nú held ég bara býsna góð í að átt að sjá svona hlutum en stundum gerast hlutinir hratt og þá er þetta erfitt. Og tengt þessu þá fer svolítið taugarnar á geðlækninum þegar sagt er á samfélagsmiðlunum, sko, einhvern sem að sker sig úr, hefur kannski einhverja einkennilega skoðun, að það er sagt að farðu og fáðu meðferð, gefið skýna sig geðveikur. Já. Og þess vegna er mál Normannsins og hræðilegu fjöldamorðan það er svolítið mikilvægt að menn heldur að þetta væri einhver geðveikur maður sem að hefði framið þessi ógnarmorð, en svo kom bara ljósa þetta að maður með öfgaskoðanir. Og svo hefur það náttúrulega verið heilmikið rannsóknarefni hvort hann sé geðveikur eða ekki. Það sé að reyna að segja að geðveikur maður er ekki hættuleg, heldur öfgakend og öfgaskoðanir eru miklu hættulegri. Akkurat, það er alltaf mjög gott að minna á það að því að það eru allt og mörg okkar hrætt við geðveikt fólk að ósekju. En þessir hinir strákar hann á Suðurnu sem með post-covid þess að heitir og komast ekki í gang, þeir þurfa ekki bólusetning og þeir þurfa ekki skilning á held í veirunni, en þeir þurfa að fá skilning á þreytunni og framkvæmdaleysinu og hver fallingin í samfélagi. Lækningin felst ekki í töflum, hún felst jafnvel kannski ekki í einhverju samtali, hún felst í að finna leitsa þeir geti aðlagast og fengi stuðning til þess. Þetta er það sem er svona þetta í sinni skýru mynd, svona samspila milli geðheilsu og samfélags. Já, mjög góða punktur. En áður en við höldum áfram, sko, sem maður haldi áfram að ræða bara fréttir sumarsins. Já. Þetta edition-mál er náttúrulega alveg hryllilegt líka. Já. Þetta bara, maður einhvern veginn,
hún dæmd þarna sakhæf, sko. Já. Hvernig líf murkað úr manns eigin barni, hvernig maður murkar líf úr eigin barni, það er erfitt að sjá það fyrir sér að maður hljóti ekki að vera geðveikur. Sko þá kemur maður líka inn á það að þessi hræðilegu mál þau hjálpa okkur svolítið að takast á við þessa hluti. Ef að þú kemur í viðtal til mín, það er tiltölulega auðvelt með þeirri aðferðafræði sem til í læknisfræðinni að finna hvort þú geðveikur eða ekki. Og frekar fljótt. Og frekar fljótt. Já, og það er ákveðin aðferðafræði til þess og hún er ekki fullkomin en hún er mjög þróuð. Viltu lýsa því aðeins betur? Já, ég get gert það, en svo ég klári setningur og samt, sko, að þá er það samt þannig að það er eiginlega engin aðferð til þess að finna út hættustig eða fyrirfram hvað fólki dettur í huga að gera. Nei, ég skil. Út frá skoðun eða aðstæðum. Og þarna eru greinilega í þessu máli einhverja mjög afbrigðilegar, einkennlegar skoðanir, hvort sem það sprettur að geðveiki eða ekki. Já, einmitt. En greiningakerfin eru þannig, sko, að það er í gangi kannski fyrst og fremst 2 greiningakerfi í heiminum í dag, annað amerískt og hitt evrópskt og þau ná áratugi tilbaka og byggja bara á þeirri þekkingu sem til í heiminum á hverjum tíma og þetta eru mannanna verk. Guð hefur ekki skapað neitt sem heitir alkohólist eða geðklofi. Við erum að flokka til að reyna að skilja hlutina betur og það eru svona 2 atriði í varðandi þessi greiningakerfi sem eru kannski mest til umræðu núna. Það hefur orðið mjög mikil þróun á síðustu árum. Það er mjög mikil mál að fylgjast með þessu og svita sig inn í þetta. Við erum til dæmis ekki búin að innleiða nýjasta kerfið sem kom fyrir 4 mánuðum síðan. Það tekur tíma að innleiða svona hluti. En það er tvennt sem hefur verið mikill umræðu og það er annars vegar það að öfugt við marga aðra sjúkdóma þá er oft ekki vita nákvæmlega hvað orsakar geðsjúkdómana. Og það þýðir að það er viðkvæmni í flokkunarkerfunum, sérstaklega því evrópska, af því að það byggir á að flokka sjúkdóma eftir hvað orsakar þá. Og hitt atriði sem hefur bara verið dálítið umdeilt, það er það að það hefur verið ákveðið að víkka út skilmerki geðsjúkdóma. Já. Af hverju? Jú, til þess að ná fleirum inn í meðferðir. Já. Til þess að skilja engan eftir. Já. Og það hefur kannski styrst þessi skoðun bara þegar fleiri góð meðferðarúrræði hafa komið. Já. En það hefur þá aukaverkun að fleiri greinast. Já. Já. Og þá fáum við á tilfinninguna að allir sé að vera geðveikir ef maður tala svo eitthvað sterkt og þá er viss hætt á því að einhver ofmeðferð eða ofgreining verði. Já. Þetta er vel meðvituð en þetta er svona og þetta er hlutverk sálfræðinga og geðlækna og lækna að vinna með þessar greiningar. Og þarna dettur mér í hug sko möguleg oftaka á lyfjum gegn ADHD. Já, það er eitt af þessum málum. Já. Og þau eru mörg önnur og þetta er kjarninn í læknisfræðinni að nota þessa hugmyndafræði að greina eitthvað. Takt eftir, ég er ekki að tala geðlækningarna eingöngu núna, heldur bara læknisfræðina almennt. Að við erum enn undir áhrifum frá Hippokrates sem fyrir 2000 árum sagði passið ykkur fyrst á því að gera engan skaða. Þannig að við reynum að greina hlutina og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að við erum komið með tilfelli, við erum komið með efni við í meðferð. Og þá segja greiningakerfin og meðferðar svona leiðbeiningar sem fylgja þeim hvernig sé heppilegast að meðhöndla þennan einstaklinga eða þennan hóp. Og þegar við erum komin í þessa stöðu þá ertu komin inn til læknisins og ert að tala úr sért veikur og þú ert að biðja meðferð sem er mjög oft lyfjameðferð, hvort sem er hjartalækningum eða geðlækningum. En það sem við erum að tala hérna er ekki minna spennandi, það er hvað getur maður gert áður. Já. Og hvað er fræðslan og hvað eru forvarnar aðgerðarnar og hvað eru samfélagslegu aðgerðarnar. Já. Og það er bara ákveðin svona bylting að fara í gang út í heimi að tala meira þetta. Já. Og við getum ekki hætt hinnu en þetta þarf alltaf að sjást í einhverju svona samhengi. Já. Þess vegna finnst mér búið gott að fá meiri umhugsun og umræðu hjá þeim sem ráða, stjórnmálamönnum og áhrifamönnum í heilbrigðiskerfinu. Já. Og það er byrjað, maður finnur það er áhugað þessu. Sko, þú segir að samfélagið gerir mann veikan eða frískan.
í rauninni. Já. Það þetta samspil. Já. Og að sálfélagslegir sjúkdómar, eins og þú orðaði það, þeir þurfi meiri umræðu og þetta samspil sé mjög flókið. Það það og við þurfum að beygja okkur í auðmýktinni fyrir því að við þekkjum þetta ekki nóg vel og það er ég myndi vilja heyra meira frá háskólafólki á Íslandi. Maður sér þá hefði stærri löndum, í Norðurlöndum, í Þýskalandi, ef eitthvað svona til umfjöllunar í samfélaginu, þá strax vitnaði einhvern reyndan vísindamann sem að kemur þó með þá þekkingapunkta sem eru til staðar og kemur með hugmyndir. Við erum lítið land, það er ekki auðvelt að stunda svona rannsóknir á Íslandi, en það er samt fullt af fólki með þekkingu á Íslandi sem geti komið meira inn í þessa umræðu. Því að samfélagsumræðan er nú ekki alltaf byggð á þekkingu. Nei. En ef við tökum dæmi hvernig samfélagi getur átt áhrif á geðheilsuna, að álagið, við sjáum það og tæknin valda okkur vanlíðan sem við köllum streitu eða kulnun sem eru í raun og veru kvíð- og þunglindis vandamál sem að annarkvort byrja og væri hægt að hindra eða tendra eitthvað sem var viðkvæmni fyrir. Annað dæmi þetta sem við höfum rætt aðgengið áfenginu. Það hefur verulega áhrif. Já, þú ert ekki hrifin að því að við sem að galopna allt Ísland fyrir sölu áfengi. Við erum bara að missa af góðu tækifæri að halda þessu í svona þessum skorðum. Já. Astanat gagnvart unga fólkinu okkar. Já. Og þetta nefna fleiri svona dæmi og ég held að maður geti nota vextina sem eitt svona. Já. Og síðan að þú komst inn á þetta með ADHD að það er eitt atriði sem er mjög mikið rætt og það er þetta ef það er þekking til að greina ef það er þjónusta í boði þá hækka tíðnimælingarnar á viðkomandi sjúkdómum. Þannig að það sem er í boði hvað var það meðferð hefur líka áhrif á tíðnina, hvernig hlutinni greinast og ég er ekki að segja að það sé slæmt en við þurfum að mæta því á hárfínan nákvæma máta. Við getum ekki sett alla á einhverja töflumeðferðir. Nei, og heilt yfir en nú það ekki gagnrýni í þínum geira eins og bara öllum lækningum að er ekki flestir sammála að ef læknar hefði meiri tíma til þess að hlusta þá myndi það minnka lyfjagjafir í einhverjum tilvikum. Jú, við vitum það. Það er líka til ágætisrannsóknir á því sem gerist inn á geðdeildum. Ef það er góð mönnun og góð staða hjá þeim sem starfaðar, þá er minna notaða lyfjum. Þetta er mjög áhugavert. Og þetta er svona stærðið sem við þekkjum. En heildarmyndin er forvarnir, samfélagið og samspilið, veikindin, greiningin og meðferðin og svo þetta hafi maður veikst. Þá er maður ekki geðsjúkur alla eilífð. Maður verður fyrrverandi geðsjúklingur eins og svo ég var að reyna að kalla þig. Já, ég er fyrrverandi geðsjúklingur. Að það segja að það fer fram einhver uppbygging, efling stundum þarf sérhæfa endurhæfingu sem skortir mjög á geðsviðinu á Íslandi. Við erum öll meðvituð það. En það er til dæmis forvitnilegt að spyrja þig að þú náðir þér úr alvarlegum veikindum sem áfengið hvað var það sem að skipti máli? Var það eitthvað sem þú gerðir sem örglega er? Var það einhver stuðningur sem þú fékkst sem örglega? Hvað gerðir samfélagið sem skipti máli? Ertu með svörin ofalega í huganum? Já, sko, ég mann þú spurðir mig mannkosti mína held ég fyrsta tímanum okkar og þá var ég svona að rifja upp mína lágpunta í lífinu og mér datt ekkert gott í hug og síðan hef ég fyrir að velta fyrir mér þú verður að vera betur undirbúin ef einhver ætlar að spyrja þig eitthvað sem er jákvætt í þínu fari og ég kannski náði að kreista fram eitthvað fleira heldur en þú spurðir síðast en svarið við þessari spurningu er held ég já að sko fyrir ykkur sem ekki þekkið til þá sem sagt ég upplifi mína veikleika þannig að ég upplifi það að ég hafi orðið síendurtekið fyrir mjög alvarlegum áföllum og því fyrsta bara á öðru aldursári samkvæmt móður minni og síðan er röð áföllum
og hún leiðir til þess að brjóst mitt það verður stressað og því líður ekki nógu vel og svo þegar ég uppgöta töfralífið áfengi þá loksins slaka ég á og í einhver tíma getur maður kannski drukkið áfengi en mann líður illa, sér til gagns og góðs en það gerist með flest okkar að bara eftir ákveðin tíma þá fer það að taka meira heldur en það gefur þér og það gerist hjá mér eins og svo hjá svo mörgum öðrum og á bara 5 árum í neyslu þá drekk ég mig í tímabundna mjög alvarlega geðveiki sem leiddi til þess að eins og þú hefur greint að ég hef bara verið í mjög vondri lífshættu. Einkennin voru alls konar ranghugmyndir, augu, sprungu í fólkinu sem ég var að tala við, öndunin og hjartslátturinn í 200 slögum og ég var að kafna og gat til ekki andað og ofsarhættur, bara veikasti sjúklingurinn á geðdeildinni á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, sagði yfirlæknirinn þar við mig. Þetta sko þessi stutta saga og ef mér hefði tekist að hætta að drekka þarna strax þegar ég 22, 23 ára gamall þá hefði mannsævi minn sennilega orðið öðruvísi. Það liður nokkur ár þangað til mér tókst að hætta að drekka en það sem samfélagið gerði fyrir mig þegar mér tókst að standa við þá ákvörðun það var bara stórfenglegt, hvorki meirinn minna. Í fyrsta lagi þá fékk ég meðferð hjá S.A.A. mér nánast að kostnaðarlausu. Ég fekk skilning hjá atvinnurekandanum sem var Ríkisútvarpið á þeim tíma og þar þótti ekkert skammar mál að blaðamenn, fréttamenn færu í áfengismeðferð. Þegar ég fór í meðferðina þá sá ég líka að það var prestar, þingmenn, læknar, það var þverskurður á öllu samfélagi. Þá sá ég að allir gátu orðið alkohólistar. Meðferðin var frábær. Síðan eru þessi sjálfsræktarsamtök sem að samfélagi hér býr yfir sem að kallast AA og alls konar aðrar grúppur. Ég er mjög þakklátur yfir að hafa orðið geðveikur alkohólisti á Íslandi miðað við mörg önnur lönd. Þannig að þetta kannski svolítið langt svar við spurningunni þinni en já, mér fannst samfélagið standa sig að mörguleiti alveg frábærlega við það að koma mér aftur á lappir. Það sem ég hef hins vegar ekki hugleitt eins mikið eins og þú bendi mér á í fyrravetur að ég ætti að gera, það sko minn eigin þáttur í að rísa á fætur. Að er það ekki svolítið algengt Ólafur að við sem veikjumst svona að við berjum okkur endalaust niður og við svona áttum okkur ekki á því hvað við sjálf erum að standa okkur vel í batanum og koma tilbaka. Jú, ég held á, en mér finnst þetta svar allt og stutt því að þetta þetta sem við erum að reyna að tala í dag, samspil við samfélagið og maður getur talað samfélag sem samfélag AA eða samfélag fjölskyldu og þannig erum við að tala áhrif samfélagsins þegar maður orðin veikur og þá í boði meðferð og stuðningur og líka út í samfélaginu á RÚV og þannig dæmi það hvernig samfélagið veitir þið meðferðina sem alveg rétt, það góðar aðstæður þess á Íslandi og síðan hvernig kannski getum við tala meira hvernig samfélagið styður þig áfram og svo getum við líka talað hvernig samfélagið minnum að forvörninni besta forvörnin varðandi geðheilbrigði gott samfélag sem okkur allir líðum vel en má ég skjóta einu inn ég var duglegur að opna mig minn alkohólisma þegar batinn hófst en ég sagði engum að ég hef verið geðveikur aldrei, það bara alveg nýverið sem ég fann að þóra að tjá mig það. Og hvaða áhrif hefur það finnst þér? Sko, mjög frelsandi
og sérstaklega með litið til þess sem ég nefndi áðan að þegar fólk farið að stoppa mig í sundlögunum og það hafði sjálft stríkt mjög slæma geðveiki eða stríða við geðveiki, verð svo þakklátt yfir einhver svona ábrendi maður eins og ég í samfélaginu þori að ræða þetta, þá fá aðrir skjól. En sko, Ólafur, ég held að það sé að mörgu leyti hafi verið skynsamlega ákvörðun hjá mér í því samfélagi sem við höfum verið í að vera ekki að tala mikið það að ég hefði orðið tímabundi geðveikur. Ég held að það sé eðlilegt að við metum það sem svo að vegna þess að samfélagið ekki komið með jafnan skilning á andlegum sjúkdómum og líkamlegum, þá held ég að sé eðlilegt að við ályktum sem svo að atvinnurekendur og aðrir þeir séu hræddari við geðsjúklinga heldur þann sem fótbrotin og kemst ekki vinna út af fótbroti. Já, og það er ekki bara þannig. Jú, og það er það sem við köllum fordóma og fordómar eru, skilnings- og þekkingarleysi og þess vegna er það að tala opið þessa hluti eins og þú gerir, eins og við reynum að gera hér. Það er vörn gegn því. Og þú verður líka að hafa í huga á þessu tímabili sem þú ert að lýsa í þinni ævi, þar hefur mjög margt breyst á þetta fordóm, mjög mikið. Og ég myndi vilja hrósa, því ég vunni mikið í ráðgjöf með fyrirtækjum, ég myndi vilja hrósa íslensku fyrirtækjum á þessu tímabili ævi þinnar, þá hefur verið innleidd svona mannauðsvinna og komið mannauðsfræðingar sem nýstétt og það er unnið markvisst með mannauðinn sem er einstaklega gott orð og þó að sé undantekningar þá finnst mér samt gegnum gangandi á íslenskum atvinnumarkaði að stjórnendur fyrirtækja skilja þetta og mér finnst stundum að þeir taki inn í kostnað fyrirtækjana meira heldur en bara forvörd sem er rekstrinum gaglegur og taka átt þátt í ýmsum kostnaði og vinnutapi eins og til dæmis þegar einhver fer í endurhæfingu eða einhver fer í langa áfengismeðferð. Þannig að þarna finnst mér stjórnendur íslenska fyrirtækja að fá sko mikið hrós. Já. Og þarna hefur unni líka mjög gott starf í fordómum. Já, einmitt. Og við mættum vera svona stundum duglegri við að ræða sko það sem heldur. Við erum ofta að tala brotalamendar en auðvitað njótu við eiginlega bara eins góðra kerfa eins og hafa verið byggð er það ekki í heiminum. Jú, ég var svolítið að hugsa þetta sko af því að ég átti kannski vona á því að fá spurningar frá þér bókina Skýrðis og já, ég ætla að koma að henni og við getum rætt hana núna þjónustuna, að sko það er þannig að við höfum mjög gott heilbrigðiskerfi og við höfum mjög hátt menntunarstig hjá þeir sem starfa í kerfinu. Ég held að sé óumdeilanlegt að við höfum mjög skýra stefnu, stjórnvöld hafa mjög skýra stefnu í heilbrigðismálum og ekki síst í geðheilbrigðismálum, hafa haft það lengi. En svo kemur það þessu hvernig við útfærum þetta og hvernig þetta birtist. Og þá langaði mig að nefna við 2 hugtök sem ég er búin að vera að hugsa og annað er svona heilbrigðis stjórnsýsla. Það er að segja hvernig ríkir framkvæmir það að veita þessa þjónustu. Eitt er að hafa stefnuna, eitt er að hafa aðbúnaðinn og tækin og tólinn og spítalan, en svo kemur að þessu hvernig ætla ríkið að reka þetta. Það er stjórnsýsla. Og þar sér maður, og ég held að það sé líka óumdeilt að við erum að veita of litlu fjármagni inn í þessi kerfi og á sama tíma vil ríkið ekki opna fyrir þjónustu einkaaðila sem ég er raunar alveg sammála en það læsir stöðunni þá ertu með minni möguleika að framkvæma þetta á eins góðan hátt og hægt væri. Já. Og stjórnsýslan, hvernig þetta er gert, hvernig tilskipanir koma, hvernig stýring kemur, hvernig miðstýring er til dæmis í heilsugæslunni, hvernig ofríkistýring er á Landspítalanum sem er eini stóri spítalinn, þetta hefur áhrif.
Og þá erum við ekki lengur að ræða starfsfólkið, allir vilja gera vel, við vitum menntun þeirra, við vitum að við erum með góðar aðstæður, en við erum að tala um stjórnsýslunni í heilbrigðiskerfinu. Og þetta hefði ég viljað að við getum rætt betur því að þarna eru brotalamir. Það er til dæmis mjög erfitt fyrir fólk að vera í samskiptum við kerfið, stofnanir eins og Tryggingastofnun og fleiri. Og það er allt og lítið samvinna og samspila milli ólíkra eininga. Gyrðir skrifar það í þessari nýju bók sem þú vitnaði til, ótíð í víti eins og hann heitir. Og þannig að þetta skiptir máli, við getum komið að þess aftur, þetta er hugtækið heilbrigðis stjórnsýsla. Hitt hugtækið er þjónustu menning, þetta er náskylt. Hvernig ætlum við að koma fram við fólk sem er að koma inn í kerfið. Og ef þú kemur inn með krabbamenn, þú ert ekki látin bíða. Það er allt gert. Það er öðruvísi ennþá. Það er ennþá þessi skömmi kringum áfengissjúkdómana. Sá sem er áfengissjúkur, hann er bara í mikilli bráðahættu. Og hann upplifir að sjúklingar á geðdeildinni hérna á Landspítalanum geti upplifað sig eins og apa í búri. Það er einhver vistarvera þarna þar sem að hægt er að horfa á þá og meðan þeir eru og hún finnst það bara algjör tímaskekkja, eitthvað bara óskiljanlegt og ber til dæmis aðstæður á geðdeildinni á Landspítalanum sama við Klepp. Honum finnst Kleppur eiginlega jafn góður eins og honum finnst deildin á Landspítalanum vond og hann rekur það meðal annars með einmitt nánd við starfsmenn þjónustu í umhverfi, hvort það er skógur að ganga í göngutúrnum og allt þetta. Já, þá geti verið ólík þjónustu menning eftir ólíkum einingum. Manni dettur það geti verið. Og svona bók, manni sem er hlusta á er svo dýrmætt, vegna þess að þá getur maður, maður getur horta á í dramanu þar sem maður fór ekki vel, en það er líka mikilvægt að hlusta á eftir hverju fólk er að kalla og við vitum alveg hvað það er. Það er að maður hafi sjálfsákvarðana rétt og að maður fái hlýjar og mannlega móttökur. Af því þú nefnir þetta, hann hringir einu sinni í geðlæknin sinn. Nei, læknin sinn. Já, læknin sinn, ekki geðlæknin sinn. Já. Og hann skynjar hjá honum allt annað viðmót heldur en þegar hann hittir hann í vinnunni. Já. Semst að þegar þú ferð í vinnuna, Ólafur, segjum að ég væri í viðtali við þig, þá vænti ég þess að þú værir með mjög faglega og peppandi og flotta framkoma. Já. En ef ég hringdi í þig og þú verður að horfa á sjónvarpið eða þú verður að spila golf og þú myndir nánast hreyti mig ónotum, sami maður og ég hefði reynt að góðu einu í viðtölunum hjá þér að það fór mjög illa með Gyrði og þetta er nefnilega svo góð saga vegna þess að við skiljum báðar hliðarmálsins. Við skiljum læknin sem var truflaður með símtali og við skiljum sjúklingin. Við skiljum það báða. Í fullkomnum heimi þá er læknirinn svo flinkur að hann lætur sjúklingin ekki finna fyrir því að hann sé að trufla utan vinnutíma. Er það ekki einhvern veginn þannig? Jú, menn eru misflinkir menn eru misflinkir en það er alveg rétt og það maður er náttúrulega ég er í öðru hlutverki hér en þegar ég sit með þér sem sjúkling og þá er maður í faglegum stellingum og maður er með ákveðna meðferða átlun sem maður vinnur eftir. Og svo ert í þriðja hlutverkinu þegar þú ert að labba niður Laugaveginn. Já, en veistu viðtal geðlæknis eða sálfræðings er ótrúlega öflugt verkfæri og það er eiginlega á svipuðum stað eins og skurðaðgerð. Hvert orð skiptir máli. Já, það er bara þannig. Og það er þannig. Og það er úthugsað og það er ákveðin hluti sem maður er að reyna að ná fram. Og ég þekki þetta af reynslu ef maður er truflaður í viðtalinu, einhver kemur inn eða er hringt eða eitthvað sem maður lætur ekki gerast, það gengur ekki, það er bara eins og að maður standi við skurðarborðið. Og ég þekki þetta líka vel ef maður hitti fólk á annar staðar, hvað getur verið viðkvæmt. Ég getur sagt þér skemmtisögu þessu. Já, komdu með það. Marga þess vegna. Hvað er það? Komdu með eina. Einu sinni var ég að vinna með mann í Svíþjóð sem var mjög þunglindur og hann var hættulega veikur. Og hann var svona oft við dauðanstir og ég áttaði mig á því og hann var lagður inn dálítið lengi og svo var hann kominn á þetta viðkvæma skref, hann var kominn heim þá var minni stuðningur og ég hafði áhyggjur á hann. Svo gekk þetta allt mjög vel en samvinna okkar hún tók dálítið langan tíma eitthvað á annað ár
og það var tvennt óvinnilegt við hann. Hann var háttsettur hershöfðingi. Og hitt var að hann bjó í sama hverfi og ég. Ég vissi það, ég er ekki viss að hann hafi vitað það. Svo er þetta bara búið, honum hefur gengið vel og búin að kveðjast. Þá er ég að flytja heim og ég er búin að tæma húsið út í 40 feta gám og mér fannst einhvern veginn ómögulegt að sækja gáminn snæmi morguninn inn í íbúðahverfi. Við þurfum að taka hann snöggt, verður að vera einhver á staðnum, sögðu þeir. Og ég sef bara í húsinu hérna einn tómu og er tilbúin klukkan 7 þegar þeir ætla að koma. Nema hvað þeir komu 6:30 með hennar stóra trukk og vekja mig upp og ég kem hérna út á brókinni og í ból og órakkaður og ekki búin að fá kaffi mitt og er einmitt að setja kaffivélina og skúringafötuna inn í gáminn og lok honum. Og það gengur eitthvað illa og þeir standið með trukkakallanir og ég tek svona hurðina á gámnum í síðasta skipti til að loka henni. Og stendur hann þar í svona rúmlega meters fjalla, þessi gamli vinnu minn, á leið í vinnuna, í heiðurs einkennisbúning með allar orðurnar, húfu og hvitt hanska og eitthvað hefur hann séð mig örugglega þarna, eitthvað verið að gerast, þannig að hann kemur bara hann og hann stendur alltaf fyrir frammi, auglítið til auglítis við mig og drukkakallandi sig hvort megin og hann fellur í fangi á mér grátandi. Ertu að flytja í burtu? Og þetta var svo mikið drama. Og svo fór það allt vel en þeim fannst þetta skrítið trukkaköllunum, sko. Þetta er mögnuð saga. Já, en svona er þetta oft. Ég geri það oft með sjúklingarna mína að ég æfi þá í því hvað er ég að gera ef þeir þurfa að ná í mig utan vinnutíma eða hvað er ég að gera ef við hittumst. Og það er alltaf gagnlegt. Já. En semst orðin sem þú heyrir í viðtölum, þetta eru bara svona blóðkorn hugan sem að þú ert þarna alltaf að greina og reyna að... Tungumáli er náttúrulega vopnið. Já. Og maður er oft leikrænn í viðtölunum. Bæði vopn okkar og veikleiki náttúrulega. Og sem er náttúrulega út í samfélaginu og við, sko, ég er svo upptekið, það er aldrei mikil umræða það í dag að við sköddumst af áföllunum. Já. Þú virkar mjög heill og þú virkar að hafa haft gagn af þessari ömurlegu reynslu. Já, ég held að hún var gert með betri manni. Já, og ég trúi því, en í fræðunum er hægt að sýna fram á að heilin skáldast. Já. Og það er ýmislegt sem gerist, þess vegna sem mikilvægt að vinna úr þessu. Og þannig að maður svona horfa á þetta þannig að við höfum þrátt fyrir allt krafta, eiginleika, ofurkrafta, mannlega ofurkrafta sem að eru ekkert smáræðiskrafta sem að hjálpa okkur að takast á við lífið og hvernig við ræktum það og hvernig við komumst áfram. Og til þess að nota þá þurfum við að hafa einhver svona góða grunnlíðan, við þurfum að vera í góðu jafnvægi og við þurfum að hafa stuðning og við þurfum að hafa lífvænlega stöðu í samfélaginu. Það er mjög merkileg stund hjá manni eins og mér þegar sá dagur rennur loksins upp að maður er bara nóg og manni líður bara vel. Og og það var náttúrulega eitt sem ég gleymdi að nefna áðan að í bata mínum þá náttúrulega skipti miklu máli að ég átti viðtöl við sálfræðinga. Ég gekk eitthvað til geðlækna líka. Ég var svo heppinn að ég hafði efni á því að njóta þessara þjónustu. Hún er náttúrulega stéttaskipt eftir efnahag. Og sjálfsvinnan, hún var gríðarleg. Sem sagt, til þess að það gangi upp að maður sem lendur í áföllum sem leiði til þess að hann byrjar að drekka og mikið, hættir svo að drekka og ætlar að verða hamingjusamur eins og við sögðum þarna í meðferðinu á Staðarfelli forðum óbreyttur maður drekkur aftur þannig að maður þarf að breytast þegar í meðferðinni og mér finnst sem sagt að samfélagið hafi verið þokkalega opið og eiginlega bara mjög jákvætt gagnvart því að ná mér aftur á lappir úr alkohólismanum en hefðu hinir sömu og voru tilbúinir að hjálpa mér aftur á lappir úr alkohólismanum verið jafn jákvæðir gagnvart hugmyndinni ef þeir hefðu vita það sem að þú ert alltaf að segja okkur
að alkohólismi saman sem merki geðsjúkdómur. Stundum er ég ekki alveg viss það. Nei, og þetta snýst hugafar og ef þú hugsar þér að þjónustu menningin í heilbrigðiskerfinu sé þannig, eigi að vera þannig að við mætum hverjum þar sem hann hvernig sem hann nú og með þau vandamál sem hann hefur, sem við flokkum þá undir eitthvað sjúklegt. Og það nú verið svolítið umdeilt hvort að alkoholismin sjúkdómar ekki, en eftir sem að árin hafa liðið þá hefur nú það hugtak færst meira og meira inn í sjúkdómafræðin. Já, og alkarnir sjálfur, ég held að þeir eigi auðvildara með að fyrirgefa sjálfum sér alla blúsana aftur í tíman ef þeir selja sér það að þetta sé sjúkdómar þeir hafi ekki getað gert betur. Nei. Þú átt ekki verið með það. En þegar þú hugsar þinn feril og ert búin í meðferðinni, getur þú greint einhverja þætti í samfélaginu sem að hafa skiptið meira máli en aðri til þess að koma þér alla leið, eða ef þú vilt tala þannig halda þér edrú? Það stundum áttum maður sér ekki alveg á því hvað er nær umhverfi, hvað er maður sjálfur og hvað er samfélag. Já. En ég hef nefnt áður við þig hvað ég heppinn með vinahóp, fjölskyldu náttúrulega, bakland, vinahópurinn og fjölskyldan og þeir sem standa mér næst, þeir eru afurðir ákveðina menningar og samfélagi býr til þessa menningu. Þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli. Ég vorkenndi alltaf þeim mest í meðferðinni sem að voru búinir að spila öllu frá sér og voru einir, áttu engar eignir, allt var farið og ég velti fyrir mér hver hvatinn fyrir þig, elsku kallinn minn, til þess að verða edrú. Og þá ertu líka komin út af þeim aðstæðum, út í jaðar samfélagsins, skilur þau? Þú ert engum til gags, þú ert ekki að borga skatta, þú ert meira hættu að þessi ítt alveg út. Já. Þannig að ég skil það að þú hefur verið heppið með nærsamfélagin með vini og maka og stuðning sem að maður fær í fjölskyldum. Já. En út í samfélaginu, og hvað gerði þið frískan í samfélaginu? Jú, það er einhvers konar viðurkenning að vandinn sé undir stjórn, eða jafnvel bara horfin, og þú sést honum fyrrverandi geðsjúklingur. og einhvers konar viðurkenning að þú sést nógu góður eins og þú ert, og ekki ofur áhersla á einhverja skömm. Nei. Skilur þau? Þannig að það er örugglega rétt hjá þér að samfélagið okkar er býsna gott hvað þetta varðar. Já. Og af hverju það? Jú, menn hafa þeir sem voru kallaði hvítliparnir hérna á 7. áratugnum sem stigu fram og útskýrðu fyrir okkur að þetta gat hent hvern sem var og konur líka. Þeir gerðu mikið og síðan gerðum tíðina menn eins og þú sem hefur talað opið þetta. Og vel að merkja, ég er ekki einn af þeim sem að það er til hérna AA-bókin sem margir horfa á bara sem biblíu, skrifaða milli 30 og 40 eitthvað sluðis. 1930-1940, ég er ekki þeirra hópi sem að finnst að hún hafi bara elst 100%. Mér finnst veikleikar í henni eðlilega vegna þess að vísindum og ýmsu hefur hérna, það voru svo mikla framfærir á alls konar sviðum síðan hérna hún er skrifuð, en það er þetta andlega prógram sem er ekki handan heims hugmynd, þessi guð og æðri máttur svokallaði, hann getur bara verið esjan, skilurðu, hann er ekki handan heims fyrirbrigði hjá mörgum sem hætti að drekka, en sem sagt þessi lífstíl, þetta viðhorf til lífsins, auðmýktin og það að maður sé maður átti sig á eigin brestum, sé vakandi yfir þeim og reyna að halda þeim niðri bara þó tekið sinna einn dag í einu. Þetta er náttúrulega bara svona mannbætandi heimspeki fyrir hvert sem er. Já, en ef við notum þessi nýju orð sem að ég var með áðan, að það er skýr stefna lögð með bókinni. Já. En hvernig ætlar það svo útfæra það? Já. Það er flóknara. Já. Það er háð því hvernig samfélagið er aftur og í hvað tíma maður er. Já. En þarna er eitthvað sem að heitir heilbrigðis stjórnsýsla. Já. Og þá hefur það gerst á síðustu áratugum að hlutur ríkisins, þar að segja bein meðferð á vegum ríkisins, hefur farið minnkandi. Það er minni meðferðartilboð inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu.
Það hefur dregið saman og maður getur spyrt sig af hverju svo heilbrigðisstjórnsýsla. Er þetta eitthvað öðruvísi en ef þetta væri háþrýstingur eða hjartasjúkdómur? Og SÁÁ hefur þá tekið boltan, enga framtak í raun og veru, eða framtak hópsins samkvæmt þessari stefnu og búið til þjónustu menningu. Já, einmitt. Skilur það? Já. Það kann að dæmi. Já. Ég er alkoholisti og ég fútbrotna. Já. Og ég fyrir inn á bráðamóttökuna og ég er drukkin og ég þarf aðgerð. Þá er ég með 2 sjúkdóma. Ég er með alvarlegan sjúkdóm sem er geðsjúkdómur og er áfengissjúkdómur og nú veitum við ekkert það hvort að ég hef góðar horfur þar eða ekki. Nei. En brotið, ef aðgerðin tekst vel til, þá kemst ég út úr þessu á 6-8 vikum. Já. Fæ ég öðruvísi viðmót? Fæ ég öðruvísi þjónustu? Er þjónustu viðmótið öðruvísi? Já. Hvað heldur þú sjálfur? Ég er í vandræði með þessa spurningu vegna þess að mér finnst erfitt að horfa upp á biðlista. Já. Nú er það þannig með Voga að þeir eru sniðugir með biðlistana því að þeir reyna að vinna á biðlistunum. Fólk er ekki bara á bið, það er verið að reyna að kynda upp áhuga og taka þá einn sem er líklegast að séu til samstarfs. Þannig að það er náttúrulega svolítið sérstakt. Sko. En ég sé líka fólk með alvarlega geðsjúkdóma að það er látið bíða og fær ekki viðeigandi meðferð sem að maður sér sjaldan í hjartasjúkdómum eða geðsjúkdómum, krabbameini. Og þegar þú nefnir þetta, hún er umdeild krafan víða að fíkillin eða alkin verði að koma edrú og verða að vera edrú til þess að þjónustu meðferð hefjist. Já, það er ákveðið flækistuð í meðferðinni og þarna hefur þjónustu menningin við mikið að segja. Í stóra heiminum og hér heima á Íslandi, þá er fólk að vinna í þessu, að vinna með þjónustu menninguna. Og þjónustu menningin sem ég sá þegar ég kom inn í kerfi fyrir 30 árum síðan að þá var bara orð læknisins lög og þú gerði bara eins og það var sagt sem að margir eiga erfitt með þegar þeim líður illa. Núna er tónninn sjálfsákvörðan réttur, sjálfsefling til að taka ákvarðan sjálfur hvað maður vill og þá þarf heilbrigðiskerfið að mæta þessu með öðruvísi þjónustu menningu sem fólk hefur skoðanir og það er allstað verið að reyna að draga úr ómikli stýringu eða hvað við segja valdbeitingu í meðferðunum. Já. Þú verður að taka þetta lyf. Ég legg þig inn á sviftingarpappírum, skilur, þetta er ekki algengt tilfelli, en það er mikil umfjöllun þetta og það er gaman að segja frá því að það er eitt fyrirbæri sem heitir Open Dialogue sem er svona virt á Norðurlöndunum og víðar. Þeir eru með ráðstefnu í Hveragerðinu og seinni mánuðinum sem að hugaraflskipulegur sem er opið öllum en ég býst að kosta eitthvað inn og þar kemur fólk allstaðar á heiminum og er að tala þessa hluti. Það er sænskona sem að ég hef kynst lítilega, hún er að segja frá því að hún var sett í spennitreifu og hún er spennt að koma til Íslands til að sjá hvernig aðstæður eru hér. Þess vegna er svolítið óþægilegt að heyra svona sögur eins og frá Gyrði því að ég held að við erum svolítið stært okkur af því að við sem er mjög opna þjónustu menningu hjá okkur. Þannig að þetta eru svona hlutir sem eru þá partur af því hvernig samfélagi tekur á málunum, hvernig við skipuleggjum okkar þjónustu, hvernig geðdeildin að líta út, hvernig við mætum þeim sjúka og ég held að hafi við möguleika að ræða þetta sem ég kalla þá þjónustu menningu án þess að fara í einhverja niðurrifsumræðum hvernig starfsfólki er mentað, hversu þetta er hlaupa. Einhver staðar og einhver tíma verður að tala peninga því allt kostar. Já. Ég meina ég get bæði haft á skoðun að ég sé mjög heppinn með land og aðstæður hér en það sé líka fjölmargt sem enn megi bæta og þurfa að halda áfram að gagnrýna. Það gengur 100% upp í mínum huga. Við getum bæði verið heppin og þakklátt en líka gagnrýnin. Og mér finnst mjög áhugavert hvernig þú hefur farið yfir þetta samband hagstjórnar, stjórnmála viðhorfa og geðheilsu í samfélagi. Já. Þetta er mjög stórt afl og við erum svo sem hlut af þessu öll og við höfum mismikil áhrif eftir í hvað stöðu við erum. Það væri alveg dásamlegt að hafa málþing heilan dag með stjórnmálaflokkunum geðheilsu
og áhrif stjórnmála á geðheilsu. Já. Það er hægt að gera ýmislegt svona. En þetta málþing okkar síðustu klukkustund, það er nú skárað en ekkert líka, held ég. Við erum að reyna að vekja til umhugsunar. Já, og það er eitt, Ólafur, þeir sem eru nýir, þeir sem koma nýir að okkar borði, þeir veit ekki að sko áður en ég opnaði mig með mín vandamál, þá hafði þú opnað þig með þín vandamál. Þú hefur sjálfur, þú glímdir sjálfur á námsárunum við geðlagar áskoranir og það var eiginlega þannig að þú braust ísinn. Já, og það er hluta samfélagsumræðinni. Þetta er þetta samspil og þetta snertir okkur öll og ef maður er að vanda orðin þá finnst mér gott að tala um geðheilsu sem er stór, mikilvægur hluti af heildarhugtakinu heilsa. Já. Og mér finnst gott að horfa á því þessari röð, forvarnir, meðferð, efling eða endurhæfing. Og mér finnst gott að horfa á hlutverk samfélagsins, mér finnst gott að horfa á hlutverk ríkisins, mér finnst gott að horfa á hlutverk okkar meðferðastéttana og svo þetta okkar eigin kraft sem að maður kannski finnur ekki þegar maður er sem veikastur en er þarna samt og maður þarf hjálp með að efla og töfra fram. Ég hef sagt það við áður og ég þreytist ekki á að segja það, eins og margir af vinum mínum eru læknar og ljósmæður og heilbrigðisstarfsfólk sem hefur ekkert mjög mikið álit á því sem geðlæknirinn að gera og heldur að það sé ekkert mikið árangur. Ég hef séð alveg endalaust mörg kraftaverk þar sem hlutinni bara breytast og mér finnst oft erfitt að þakka lyfjónum það og mér finnst minn hlutur oft mjög lítill sko. Það er þegar einhvern veginn fólk finnur sig, finnur leiðina, endur heim til kraftana. Þessi er ofurkraftan mannsuga. Finnst þér ég jákvæður? Nei, mér finnst þú það ekki. Ég bara alls ekki. Sko, ég sé þetta líka. Já. Ég er ekki með sömu menntun og þú. Ég býð ekki yfir sömu vísindaþekkingu og þú. Ég sé þetta líka. Já, en við getum ekki gert lítið úr þessum alvarlegu geðsjúkdómum og þeir eru lífshættulegir. Já. Það er bara, það er náttúrulega, við kannski tökum það í næsta þætti, sko. Já, en mér finnst voða gott að ég má láta klingja í kollinum á þér. Já. Og fá þess að hugsa þetta lengra með mér. Já. Þjónustu menning í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Hvernig er þjónustu menningin? Já. Það er löng bið eftir heilsugæslulæknum. Já. Það eru biðlistar. Já. Og geðsjúklingunum er vísað frá eftir stutta meðferð. Já. Viljum við hafa þetta svona? Nei. Og svo hitt, heilbrigðisstjórnsýsla. Já. Það er ungur maður núna að sækja um örorku. Það er engin, ungur maður, hann er 55 ára meðaldra kall, það er engin annar kostur. Hann er mjög skertur. Já. Við erum 2 aðstofan við þetta. Samskiptin eru svo flókin. Það eru enda kerfisbreytingar í gangi og það er lofað þjónustu fulltrúum og betri þjónustu. En þú myndir ekki sætta þig við svona þjónustu og vera að fara með bílinn á verkstæði. Nei. Og þarna, sko, þetta er eiginlega umræða í sérstakann þátt að sko, þar sem áður var persónuleg nálgun, þar er ansi oft núna, finnst mér bara einhver vél, bara þú nærið ekki sambandi inn á rásir sem áður voru opnar. Nei, og þess vegna finnst mér svo freistandi ef við hugsum fordómar minni, betri skilningur, meiri umræða, hvað er næsta skref, getum við ekki að horta þetta, þjónustu menninguna og heilbrigðisstjórnsýsluna. Já, það er mitt. Þú skilur okkur eftir með 2 mikilvægar spurningar og vonandi höfum við náð að svara einhverjum fyrir ykkur, kæru hlustendur. Hvenær fæið þið næst í heimsókn? Það verður þá líklega bara inn í september. Já. Ég er að fara í stutt frí núna. Já. En ég kem gjarnan, ég hef nennuna. Já. Þú þarft ekki að vera hissa á því. En mér finnst þetta mjög mikilvægt. Þú er gaman að þessu líka? Já. Já. Er ekki gaman á öllu sem mann finnst skipta máli? Jú, ég held það. Já. Ef maður er með áhuga á einhverju þá er yfirleitt gaman. Já. Svona mín reynsla. En við erum báðir að gera okkar besta og ég er mjög þakkláttur fyrir það
og ég hlakka þá bara til að sjá þig í september. Síðan það sérst nokkra vikna hlé núna, mögulega, þangað til við sjáum því næst, en þá ætlum við kannski að vera með nokkar þætti svo í röð, ekki satt? Ég var til í það, ég þakkláttur fyrir það að þú ert að sýna þessum málum áhuga og ég heyri að þú ert í góðum tengslum við áhorfendur og hlustendur, þannig að mér finnst líka áhugavert að heyra hvort að fólk spyr eitthvað ákveðið efni. Já, einmitt. Þú hefur kannski gert það þó ég veit ekki af því og þá getur við gert meira af því. Já. Ef við ekki bara segja það, ef það eitthvað sem að ykkur finnst að við eigum að fjalla við Ólafur, þá megiði senda mér bara engaskilaboð. Ég á Facebook eða á bjorntorlaksson@gmail.com. Ekki betra að ég hafi stjórn á þessu en þú? Jú, ég er þakkláttur fyrir það. Já, það tekur að þið vinnu. Heyrðu, Ólafur, bara alltaf heiður, áhugavert og lærdómsríkt að fá þig í heimsókn. Kærar þakkir fyrir komuna. Miklar þakkir, kærlega. Og áfram göngum við göttuna, kæri hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni handa við hornið. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Þetta nú búin að vera heldur betur andlegur dagur hjá mörgum, sólmyrkvi og læti og við endum stundum þennan þátt rauðaborðið á umræðum listir, menningu og svona það sem er ekki beint af borði stjórnmálana eða hins grjótharða út í þjóðfélagsmálinu. Ég var í sumarfríi þegar það spurðist út lát Megasar og mig langar að sýna Megasi þá virðingu að afla mér aðeins meiri upplýsinga hann og ég hugsa að ég muni ræða við nokkra Íslendinga næstu vikur Megas og sá fyrsti er komin hér að rauðaborðinu Spessi. Vertu velkomin Spessi. Já, takk fyrir. Hvernig var þér við þegar Megas dó? Já, svona hann ætla bara smá svona smá áfall þannig, já. Voruð þið vinir? Já, vorum vinir. Marga áratugi aftur í tímann? Já, svona örugglega svona 40 ár, sko. 40 ár? 30 ár. Manstu við hvað aðstæður þið kynntust? Já, það var ég að taka mynd á hana fyrir pressuna, það var í ljósmyndir á pressunni. Já. Og tók mynd á hana fyrir það og síðan og þá kynnti sem ekkert nema bara, þú veist, þannig bara og svo, síðan kynst hún betur kringum 2000 þá var að vera að gera svona safnplötu með honum og þá gerði ég það cover og þá kynntist honum svolítið betur, sko. Já. Og já. Þitt mainstar náttúrulega í aldanarás hefur verið að taka myndir. Já, já. En svo ertu líka kvikmyndagerðarmaður. Já, svo. Og ég ætlaði að ræða við þig og eftir samstarfið þitt með Megasi í myndinni sem að þú gerðir. En áðurum fyrir þangað, var auðvelt að vera vinur Megasar? Eða var þetta svona, gengur brotsjóir yfir samskipti ykkar? Já, svona ég held að ég einhvern veginn reikna alveg með hvernig hann skilur, og maður getur ekki alveg, sko, hann er svolítið bara á sinni ferð og maður hitta brá hann, sko. Já. Og þannig að maður var ekkert að gera neina kröfur að hann sé eitthvað
standa sig gagnvart mér eða eitthvað svona, skilur. Nei. En að vera svona bara svona mikil virðing fyrir bara þessi snilling, sko. Já. Og hún leifist þá kannski einhvað aðeins meira. Hún rockstjarnar. Já. Mesti töffari Íslands. Mesti töffari Íslands. Þetta alveg rétt hjá þér, sko. Ef maður upplifir það einhver snillingur, þá gerir maður allt aðrar félagslegar kröfur til viðkomandi. Já, eitthvað svolítið, sko. Þær eru bara engar. Það er bara leið og einhver snillingur í manns huga, þá getur fólk svolítið bara gert það sem því sýnist. Já, hann verður að hafa það bara plás, sko. Já, það er það plás. En það er það sannast bara í gegnum tíðina, alveg bara frá byrjun, þá hafa alltaf verið einhverjir sem hafa hlaupið til bagga með honum og hjálpa honum, og bara allir tónlega sem landsins hafa vilja spila með honum. Já. Og það er út af einhver, það er út af þeim finnst hann bara spennandi að vita, hann er yfirbyrra maður og komast inn í hans sína. Þetta er líka svolítið ruglandi með Megas. Flestir svona hæfileika menn og konur sem eiga í glímu við fíkniefni eða áfengi hætt að drekka eða deyja. En Megas sildi þarna mitt á milli einhvern veginn. Er það ekki? Já, jú, hann bara Hvernig fór hann að því? Hélt áfram bara og þú veist, og já, hann bara hann notaði amfetamin mjög lengi, sko. Já. Hann hafði nú að gera, skilur. Hann bara skrifa og samdi, skilur. Og var vakandi bara sólarhringana saman. Var það? Já, ég held það. Og þetta þá gæti hann unni lengur, skilur. Já. Því að ef þú hefur ekkert að gera, þá fyrir bara að lemja ykkur, skilur. Eins og kannski maður sér í fréttum, ofbeldi og svona, þá er bara einhverjir á spýtti og bara veit ekki hvað ég að gera við orkun að fara að þá lemja einhvern, skilur. Já. En Megas var ekki þannig. Nei. Margar mótsagnir, sko, mörgu fólki hrakar líka í listkaupun sinni ef það er að ánota einhver svona efni, en maður finnur það ekkert endilega á Megasi að hann hafi, sko, hann er að bæta sig á sama tíma, búa til ótrúlega merkilega hluti á sama tíma og... Já, hann er bara alveg stöðugt, búin að vera stöðugt þú veist, og bara það sem liggur eftir, hann er náttúrulega alveg, sko, rosalega magn texta og laga, skilur. Hann var alveg rosagóður lagahöfundur líka, skilur. Já, gríðarlega. Og kunni að skrifa nótur og hann skrifa þetta allt upp, skilur. Já. Og svona mjög pró, er það ekki, Já, mjög pró, sko. Já. Já, það eru margir sem segja þá sögu að það bara í ruglinu var líka svakalegur ægi og Já, það er margir sem sögðu mér bæði Egill Ólafsson og og Páll Baldvin sögðu mér, sko, að allt í sambandi við, sko, músíkina og þú veist, plötusafnið og allt þetta, það var allt alveg eins og bókasafnfræðingi, skilur, en svo allt annað var alveg í rúst, skilur. Já. En nóturnar og allt þetta alveg bara... Einmitt. Sko, eina ástæðan þess að ég baði að koma spesi hingað og spjallaði við mig er að ég hef verið að lesa, sko, hjá vinum mínum á Facebook hvað Megas var fólki gríðarlega mikilvægur. Já. Sko, andans menn sem að mér finnst að hafi alltaf rétt fyrir sér þegar líkjónu við Jónas Hallgrímsson. Já. Ert þú þar, staddur? Já. En að Jónas Hallgrímsson var þá, skilur, og hann er núna og og hann er bara á sama kaliberi, skilur, bara. Og ég myndi segja hans er bara mesti, sko, textasmiður Íslands, sko. Og mestir rock og rollari, sko. Einmitt. En þannig var komið fyrir snillingnum fyrir rúmu ári
þegar hann var áttræður. Ég tók viðtal við Þórunni Valdimarsdóttur, sakfræðing og vinkonu hans, gerðum hann bók Megas á þessum mikla tímamótum, en samfélagið þagði þunnu hljóði. Og þá komum við kannski að því hvernig þú reyndir þetta á eigin skinni að þú leggur í það stórvirki að búið til myndum hann. Hvað mörg ár síðan? Það var 2019. Já. Og í ferlinu gera svo hlutir sem að enginn gat séð fyrir. Nei, hvernig horfir þetta við þér? Fólk veit ekki endilega hvað við erum að tala en sem sagt, það kemur þarna ásökun og öll þín vinna og ykkar samstarf og ferðalega myndarinnar og allt í tengslum við ykkar samvinnu, það breytist ekki satt. Nei, það breytist ekki neitt sko. En við vorum búinir með myndinlurinn þegar ásökunin kemur fram. Gangi yfir sko. Já. Þeir eru búinir að fullvinna hana þá. Já, svona nána sko. Ekki búið að loka alveg klippinu en svona, það var öll viðtölur búin og svona og það stóð til að fara bara sína myndina, en svo kom COVID líka inn í sko. Það sett svolítið styrkirinningin. Já. Þannig að það var ekki alveg sko tímabært að einhvern veginn var ekki alveg jarðvegur til þess að sýna hana og svona. En 23 þá vorið þá ég sótt sko, já, ég hitti Míka Kárismäki, finnska leikstjóna á Íslandi og við vorum að spjalla bara líf og tilverun og bara það sem við erum að gera og svona og ég sá hann frá þessari mynd og honum fannst það mjög áhugaverður maður þessi Mega sko og spurði hvort ég væri hvort ég ætti hvort ég var búin að klippa hann og hvort hann væri svona tilbúin. Já, ég sagði hún komin langt, ég get alveg sendt þér smá svona eitthvað og hann sá þetta og sagði bara já, hann og bróðir hans stofnuðu kvikmyndahátíð sem heitir Midnight Sun Film Festival í Lapplandi á stað sem heitir Sötenkíla og bara 11.000 manna bær í Lapplandi sko, rosalega ljótu bær sko því að sko eftir stríði þá fóru Þjóðverjar og þeir brenndu allt fyrir aftan sig sko. og allir bæir í Finnlandi voru allt svona timburbæir, rosa fallegir sko. Allt timburhús sko. Og þetta brann og svolítið vel og þannig að eftir stríði þá var þessi bær og þetta svæði allir Lapplandi bara bruna rústir sko. Og þetta byggist upp sko 1950 og eitthvað svona sko. Og og fyrir eitthvað 30 árum síðan þá fengu þeir bræður Aki og Míka hugmyndum að stofna bara kvikmyndahátíð þarna á bara eins og bara til dæmis á Patreksfirði þarna kvikmyndahátíð og þeir stofnuðu kvikmyndahátíð þarna og þetta var svolítið svona köld og svona kultúral og svona köld hátíð sko og það var allir búin að koma Jim Jarmusch hefur verið þarna og Martin Scorsese og það er allir verið þarna og þetta er svona lítill bær og Martin Scorsese bara er að kaupa tannkrem í kaupfélaginu og þú veit það er svona og Jim Jarmusch bara koma þetta ofta hann er vinur Aki sko og hann sagði frá því sko Aki, hann er svona svolítið mikið áhuga svona amerískum bílum og
og á einhvern svona Lincoln Continental svona convertible skilur og það og hann náði í DMT Armos á þessum bíl sko út af flugvöll sko í Helsingi og og hann var með toppin niðri skilur og það var 20 stiga frost og ástaf og svo spurði DMT hvað það var ekki alltaf að loka þessu tjaldi og sagði það er bil og leta hann hafa hund og svo keyrði þeir bara í frostinu skilur inn í bæn og svona í vindkjálugir það var til káðskilum 30-40 stiga frost Áttu hundurinn að skýla honum fyrir eitthvað svolítið DMT Armos sagðist þetta rosa skemmtileg já svona já þetta svona og þannig þetta svona mjög flott hátíð sko og og ekki svona neitt svona verðlunar hátíð beint sko Nei. og núna þetta hann það er eitt bíóhús hana og sem var byggt alltaf 1950 og svo leið sko og þá byrjaði bara hátíðina bara í þessu eina bíói bara og það komið svona fullt af listamannum alltaf á þessu hátíð sko voru bara í tjöldum og var svolítið stemning sko og svo svo að þeir eru náttúrulega flotti leikstjórar skilur gerðu Leningrad Cowboys Aki gerði þá mynd sem var svolítið fræg skilur og svona og og þannig að þetta verður svolítið svona köld hátíð sko og þykir var flott að koma á þessu hátíð og núna í dag þetta þannig sko að það eru 4 bíó á staðnum sko og það er bara riggað upp að svona stærsta venjuð svona stór sirkustjald sem tekur 900 manns og það er svona aðalmyndna sýndar sko og svo er annað tjald sem tekur svona 200 manns og svo gamli skólir og svo bíóhúsi skilur og og fyrir þá sem ekki vita tenginguna hvernig tengist þetta með kassi já þá eru þetta að því já að Míka hann vildi fá að sýna myndina á hátíðinni og þá myndin komið bara rosa flotta hátíð skilur og bara og horfði vel hjá þér með þetta allt saman já bara og við fórum með þess að hún sýndi gamla bíónu sko sýnd tvisvar sko og Míka var sjálfur með Q&A við mig eftir sýninguna skilur bara hann bara ég tek þetta skilur og bara svolítið flottur sko svaka upp fyrir mig og myndina skilur það verður heiður fyrir þig svaka heiður sko og hvernig gekk að svara spurningunum hans það var bara fínt sko það var mjög ánægð með þetta mynd og líka bara þetta megast talist þetta vel inn í finnana sko þú veist einmitt og því að það er samt svolítið hún náttúrulega svolítið lokal skilur að tala Jón Múla og eitthvað svona í myndinu það veit ekki hver það er skilur, en við sem vitum hver Jón Múli var þá er svona verið að starra sko en það er margt sem náttúrulega þú veist að svo eru textandi þýttir skilur og þannig Ég held ég hef ekki verið búin að spyrja þig það og það eru einhverjir sem að vita ekki sko hvers konar mynd þetta er lýstu því aðeins bara svona frekar stuttlega Já, sko þessi mynd er þannig ég læt hann að gera svo 20 dögum sem er æfingaferli fyrir tónleika sem hann hélt í Hörpu og í dokumentera allar æfingarnar og og lögin sem eru æfð, það er glugginn inn í fortíðina og þannig að þetta er þá 2 tímalínur sko, það er þessi 20 dagar og 40 ár sem lögin sem eru talað í myndinni sem eru æfð spanna og svo er bara svo er þetta bara æfingar, svo bara eitt lag sem er bara í Hörpu
á sviðinu í Eldborg. Já. Það eina sem frá úr og ég sný vanlega þegar svona myndur gera þá yfir sko aðalega tónleikarnir og svo bara bestu hlutinir úr æfingunum, skilur. En ég snýði svo alveg kvól sko og bara bara æfingarnar. Einmitt. En það sem sagt komið fram þessi ásökun, þú nærð að klára myndina, þú fer með hana út, fær fljúgandi start, kemur aftur til Íslands, þú ætlar að sýna á Riff, það ekki? Það er bara einhver starfsmaður sem segir nei takk. Já, það var það var sko, það var alltaf einhver svona, það var búin að taka hann inn á Riff sko, og það var einhver bara svona ósætti með að sína sem mynd og ég held að ekki verið út að hann var léleg sko. Nei, það er út af Megasi, það er út af persónu Megasi. Já. Og þessi sko hvernig hann var hundsaður og tekinn á dagskrá nánast. Já. Þetta hefur náttúrulega verið mjög sérkennilegt tímabil fyrir þig og bara kostar ekki pening að búti svona mynd, var þetta ekki bara lentur ekki bara í fjárhagslegum erfiðleikum út af þessar atburðar? Nei, lentur þetta ekki í fjárhagslegum erfiðleikum en ég náttúrulega fekk ekki mikið laun samt sko. Nei. En ég náði alveg borga allan kostnað og hann lýrti ekki að veðsetta húsið meittinlega svoleið sko. En ég var alveg sáttur þó ég fengi ekki mikið borga sko. Já, bara fylgdi þínu hjarta. Já, en eftir að Megasteir þá er eins og að það sé aftur komin ný saga, nýtt viðhorf. Já, það er bara já, það er bara það er svolítið þannig sko já, ég veit ekki hvað þetta var sko, það var ekki svona bara einhvern áhrifin eða þú veist hvernig þetta virkar alls saman já, ég veit ekki alveg hvað gerir sko, kannski er bara því hann dáinn, hvað ætlum við að gera, þú veist alltaf að hætta hlusta músíkina þess og hætta að lesa textana þess, þú veist, neða þá bara þeir sem hafa kannski dottið inn í þessa lúpu að slaufanum skilur kannski bara, þú veist, nei, við getum ekki gert það, þetta er ákveðin snillingur og svona og bara við erum að já, leggur þú spessi í huga þínum núna þar sem við tölum saman 12. ágúst 2026 leggur þú í huga þínum mat á það hvort viðbröðin voru réttleitanlega eða í samræmi við eitthvað sem að við getum leyft okkur að kalla veruleika eða líkur á veruleika eða eitthvað svoleiðis, leggur eitthvað mat á þetta? Nei, ég ger það ekki, ég bara hefur ákveð bara ekki gera það, ég bara þetta er ekki mitt sko. Og þú ert ekki reiður út í einn en einn og skilur allt sem hefur gerst. Já, ég skil það en ég kannski ekki alveg sammála ég skilur og sko mér finnst sko að gera heimildar mynd eitthvað eða einhverja heimild skrifa einhvern eða gera bíómynd einhvern, þú veist, það er svolítið sko, þú verður að þú getur ekki verið í dómarasæti skilur, þú veist, þú verður að þetta er svolítið eins og starf blaðamannsins skilur, hann verður að vera hlutlaus og bara en auðvitað er blaðamaður með einhverja skoðun og þá getur hann verið sko hann verður að vera einhverstað á miðjan, er slæmt gott og þá er hann einhverstað hérna, en hann verður svona skoða þetta skilur og í þessari mynd er alveg ég segi við Megas þegar árið byrjaði þessi mynd, ég sagði ég kem til með að spyrja þig óþægilegra spurninga og svona já, ég er nú vanur
lifa á jarðsprengjusvæði og þannig að hann var alveg viðbúinn því en hann treysti mér alveg sko hann er aldrei viljað lifa nefnum að gera heimildamynd sig skilur áður. Það sem ég tek svolítið út úr sko því sem þú segir og því sem þú segir ekki er að sko ef þú hefðir verið að búa til einhverja svona áróðurs helgi mynd á Megasi á viðkvæmum tímum maður hefði skilið umdeilanleikan í sambandi við það en þú ert ekkert að draga neina helgimynd upp á honum í þessari mynd. Nei, ég læt hann bara eins og til dæmis ég Þetta er heimildamynd eins og þú segir og þú ert ekki að skera Megas úr neinni snöru með þessari kvikmyndagerð. Nei, það held ég ekki sko. Ég sko eins og mjög oft í svona heimildamyndum einhvern þá er á sko tala við ættingi og vini og spyrja hvernig var þessi maður og einhver svona en það er ekkert í þessari mynd. Nei. Það er engin þú veist það er engin að dása mann eða neitt skilur og þannig að hann stendur alveg fyrir sínu og rauninni stendur músikinn og það sem að gerir því að líf hans kemur svolítið fram í gegn lögin sko þú veist bara til dæmis bara þegar var að gera á Bleiku náttkjólum þá Páll Baldvin það var alltaf einhver að hjálpa Megasi sko það var náttúrulega alveg sko var svolítið í mikið neyslu alltaf sko og þannig að svona og var svolítið mikið óreiða sko og en það var alltaf einhver sem skinnið þess að snilli og yrða haldin á lofti og hann talaði við Jóhann Páll Valdimarsson og bókaútgefanda og með meiru og hann var til að gera plötu með hann þó hann var bókaútgefandi og fjármagla plötu en hann eins og segir sko hann vildi fá einhver svona decent eða mega sagði sko en Jóhann Páll að ég vilja fá einhver svona decent spilara með mér sem var ekki að segja klámsugur á nútímanum eða einhvað slíkt sko eða blammer einhvern skilur og hann fekk hann Spielberg þjóðana sem var svona hljómsveit sem var á toppnum þá bara alveg bara vinsælasta hljómsveit landsins sko og þeir eru til að bara og best spilandi hljómsveit og þeir eru til að bara að slökka á þessu spilverkinu og fara bara að gera plötu með Megasi og Jóhann Páll lýsir þessu þannig sko já, ég hef nú samt svolítið smá áhyggjur að því þegar hann kæmi á kontorun skilur hvernig því að hann var allur útældur og skítur skilur og en mömmu og pappa bara þú veist, en Megas hann kom alltaf fram eins og bara enskur sentilmaður skilur og mömmu og pappa fór bara strax að það ekki var svolítið vænt hann skilur það er ekki takt þetta er svo mikið svona eðalmaður hann er svo velmáli farinn og hann er kurteis og er bara alveg mikill ljúflingur sko það alveg allt það bara það hvernig var útlínið það bara sentilmennskan hún alveg trompaði það sko einmitt ég tók við af viðtöl og húmórin líka í honum sko þetta hann alveg það er mjög eftirminnilegt einu sinni þá skuttlaði ég honum heim eftir viðtal sem ég hafði tekið við hann niður á einhverri vondri krá já og hann var nú ekkert í frábæru standi til þess að ég man að ég þurfti að hlusta á sömu málsgreinar hvað eftir annað á segulbandinu til þess að reyna að skilja hverju hann hafði svarað spurningunum mínum en það sem var verst var það að hann spurði mig hvort ég geti skuttlað sér heim
og ég sagði, já, ég geri það ekki Þórsgötunni og en það var svo vondlykt í bílnum eftir að ég tók hann inn og það var einhver sem sagði mér að það væri eitthvað svona sem bara kæmi oft í gegnum húðina á fólki sem svona mikið amfetamíni. Þannig að það var mín saga. Ég segi hana hér á opinberum vettvangi á sama tíma og ég ger svona dýrkaði texta og tónlist þessa manns. Og þannig það bara með mörg okkar að við erum alls konar. Við erum í öllum tónum. En hans stærstu og skærustu tónar eru náttúrulega bara stærri heldur en flest allt sem maður hefur rekst á. Já, menn að þú veist hvað á maður að gera annað? Þú veist bara, þú skoðar alltaf þessar snillingar sem eru búin að vera Mozart, skilur, það var ekki einhver, það var alveg skrítinn maður, skilur, og Megas, bara, þú veist, hann bara en að því svo Megas svo góður maður bara og gaman að spjalla við hann, skilur, hann svona mikla reynslu, maður getur alveg svona ef maður í vandræðum getur maður að spjalla við Megas sem það, sko. Já, var það? Já, já, komur með svona fína vinkil oft á það. Já, og hann góður hlustandi. Já, áhugavert. Ræmut. En spessi myndin þín, hún, það allt, það önnur ára núna en var. Já. Og það ekki rétt skilið hjá mér, ertu ekki á ekki sína þessa mynd í hvað er Ríkissjónvarpinu? Jú, nú á sína hann bara núna á sunnudaginn. Núna á sunnudaginn? Í sjónvarpinu, já. Já, bara eftir 4 daga. Sem er rosa gleðilegt, sko. Já. Og þannig að útilókunin og slaufunin og það búið. Já, ég vona bara sko það getur vel verið að sé einhverju sem er ekki sátti við hann. Þá þeir bara þá þurfa þeir ekki að horfa á það á þetta, skilur. Þú veist það bara en láta lefa hinum sem elskan, þú veist, að njóta það, skilur. Ég meina þetta er ekkert mjög flókið, skilur. Nei. En Megas er ekkert allra, skilur. Nei. Og hann er búinn að lifa þenni lífi að hann stíða fullt á tám, skilur. Já. En hann hefur aldrei verið ákærður fyrir... Hann hefur aldrei verið ákærður fyrir eitt eða neitt, skilur. Eitt eða neitt. Nei. Já. Þannig að þetta er svona... Þetta er svolítið flókin staða sem þú ert í. Þú missir hana góðan vinnin og við höfum gjarna vilja hafa hann lengur með okkur, hann Megas. En dauði Megasar samt einhvern veginn auðveldar þér að halda áfram. Já. Sko, já, það gerir það, sko, og já, það virkað þannig, en svo ef ég hugsa til hans sjálf, sko, hann átti ekki lengur neitt og svo gæða líf, sko, hann var svona bara í hjólastól og hann bara gat valla unnið, skilur, og gat ekki skrifað af því að hann bara var svona mátturinn í höndunum og þannig að svona og hann 81 árs gamall, skilur. Ég get alveg unnan að fara bara, skilur. Já. Kannski var það Möggu konuna þess að þakka, en kannski var það hann sjálfur, ég veit það ekki, en ég er alveg að mér finnst mjög gaman að segja frá því í síðast skipti sem að ég hitt hann og sá hann. Það var á tónleikum í Seltjarnarneskirkju í fyrra vetur, þar sem ungir tónlistamenn voru komnir saman að spila. Það er flott. Það er síðasta snerting mín við. Hann er mjög gaman að fara á alls konar svona við tónleika, leikrit og hann bara rosalega, sko, svona
Já, hann hafði svolítið vita á myndlist og vita á sko, bara listi og það var mjög gaman af því sko. Og en það var hann sjálf, var hann þetta allt sko, myndlistamæður, tónlistamæður, tónskáld. Já, orðið multiseni þannig yfir hann. Já. Og menna, já það bara hann, ég menna, hann bara mesti rockari Íslands og mesti töffari Íslands. Við höfum það loka orðin. Takk fyrir komuna Spessi og gaman að vita því að myndið þín að fara í sýningu hjá Ríkisútvarpinu gangið vel með, var það sundaginn, sagði það? Já, sundaginn. Já. Bara strax eftir fréttir. Strax eftir fréttir, frábært. Kortir í 8. Já, bara til hamingju. Takk. Og takk fyrir hlustun og áhorf kæru stuðningsmenn samstöðurinnar. Við náttúrulega þökkum ykkur sérstaklega sem styðið okkur með beinum hætti, þar að segja fjárhagsstuðningi. Ef þú hefur oft velt í fyrir þér að styrkja samstöðuna en hefur ekki ennþá komið í verk, þá hægðarleikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hnappur sem þið finnið þar sem ástendur áskrift og þar getið þið gengið frá greiðslumáta ef þið viljið með aktífum og skilvirkum hætti tryggja það að við höldum áfram að taka viðtöl eins og þetta við Spessa og bjóða ykkur upp á alls konar efni eins og verið hefur hér í kvöld. Það kostar aðeins 2750 að vera í mánaðar áskrift og þið getið gengið frá því á vefslóðinni samstöðin.is með þessum áskriftar nappi eins og fyrr segir. Ég þakka öllum viðmælendum kvöldsins, tæknifólkinu okkar og velgerðarmönnum. Ég heiti Björn Þorláksson. Takk fyrir samvinnu í kvöld, verið sæl.